Góðan daginn, sitt ég fundi í umhverfis- og samgöngunefnd þar sem samankomin til þess að fjalla markmið loftslagsmálum eða hvernig okkur gengur að ná markmiðunum eða aðgerðaáætlun til þess og býð velkomin til fundarins Halldór Þorgeirsson, gest okkar, formanns loftslagsráðs. Þannig að Halldór, ég gef þér bara orðið nokkur orðið upphafi og svo fá nefndamenn að spyrja. Takk, formaður. Ég vil bara byrja á því að þakka fyrir þetta tækifæri og undirstrika það að loftslagsráð ráð, það fulltrúar í þessu ráði, ég einn af fulltrúanum og hef líka það hlutverk að vera formaður og ég fagna því að það skuli vera opin umræða þetta mikilvæga mál og samskipti við þingið sem mjög mikilvæg. Og vildi bara undirstrika það gagnvart þeirri þróun sem að verða almennt í stjórnskipan loftslagsmála að það þarf að vera með þetta miklu meira fyrir opnum dyrum og mörg lönd hafa komið upp loftslagsráðum. Það engin tvö loftslagsráð eins. Þetta ákveðin tilraunastarfsemi. Þannig að og við bara fögnum því sem að höfum verið að vinna að þessu. Þá fögnum þeirri athygli sem okkar rödd hefur fengið og erum áfram til reiðu til þess að við náum meiri árangri. Ég vildi líka bara í upphafi undirstrika það að þó athyglin hafi fyrst og fremst beinst að þeim mikilvæga skilaboðum sem við vorum knúin til þess að senda frá okkur í júní. Þá hefur ráðið lagt mjög margt annað til málana og margt af því snertir mjög mikið ykkar störf og ég vil kannski bara fá að nefna tvennt. Það vinna sem við settum í á síðasta ári að skilja betur ríkisfjármálin og hvernig þau tengjast loftslagsmálum. Þetta svolítið svartur kassi, ég gæti vel verið að þið ykkur hér skiljið þetta en það erfitt að skilja þetta utanfrá. Þannig við fengum flinka greinendur til þess að vinnu með okkur og svo vinna bara fyrsti áfangin og það byggist alfarið á því að auka gagnsæi og skilning. Og hitt sem ég vildi fá að vekja athygli á formaður við höldum áfram greining sem við gerðum á hversu vel okkur gengur að beita þekkingu í þágu loftslagsmála og það var ekkert allt of fögur mynd. Það mjög mikil þekking til staðar en hún í svolítið miklum lausagangi. Þannig að ég vildi bara fá að nefna þetta tvennt og líka ég sit hér sem einn af fulltrúum í loftslagsráði. Kæra þakkir fyrir þetta. Þá bara vindu okkur í spurningu frá nefndamönnum, þannig að hver nefndamaður spyr og þú svarar leið, ekki eins og við gerum oft á fundunum söfnum saman, þannig að Andrés Ingi fyrstur, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir komuna og takk fyrir þetta álit sem ráðið sendi frá sér í júní. Það ekki alltaf sem opinberir aðilar tala bara skýrt og það að benda bara skýrt á það að markmið ríkisstjórnarinnar fyrir 2030 séu óljós og ófullnægjandi, það þarf enginn að velkjast í vafa með hvað það þýðir. En mér langar að kannski biðja að fara aðeins yfir það hvernig ráðið komst að þessari niðurstöðu og hvort þetta hafi sett einhver viðbrögð af stað hjá stjórnvöldum til að bæta úr. Takk fyrir þessa spurningu. Já, þetta álit á sér töluverðan aðdraganda vegna þess að eitt af lögbundnum hlutverkum loftslagsráðs að rýna áætlanir stjórnvalda á undirbúningsstigi og þetta höfum við gert. Og það hefur verið, og við þegar loftslagsráð tók til starfa reyndar, þá var ekki til aðgerðaáætlun. Og þannig að við byrjuðum svolítið, svo það sé nú bara sagt, við byrjuðum svolítið í því að hvetja að það væri þó, fagna því að það væri þó komin vísir að viðbrögðum. Síðan fjölluðum við töluvert undirbúningin að það sem við kölluðum aðgerðaáætlun annarri útgáfunni og lögðum töluvert inn í þá vinnu sem var tekið tillit til á lokastigum. Þannig að það hefur verið ákveðin mjög töluvert viðbrögð við því sem loftslagsráð hefur lagt fram.
En andrúmsloftið sér náttúrulega bara niðurstöður gerða, ekki hvað við ætlum að gera heldur hvað við gerum eða gerðum. Og þess vegna loftslagsvá var líka í þessu sama áliti að vekja athygli á heildarmati á stöðunni frá vísindum. Þannig að við töldum okkur knúin til þess að raunverulega bara segja hlutin eins og þeir eru, að við erum ekki að ná árangri. Eins hratt og við þurfum og það var ekki orðið þær stefnubreitingar sem þurfa að verða. Og þannig þetta átti þennan aðdraganda. Ég vil líka undirstrika það að því að það nú, þetta fjölskipa ráð, þið þekkið samsetninguna, að það var algjör einhugur og sem sagt textinn, hver setning þarna á sér raunverulega stóð í bæði því sem við höfum gert áður og líka í því sem að fulltrúar í ráðinu töldu að ætti erindi við þjóðina. Takk hérlega fyrir. Þá það næst Jana Salome, gjörðu svo vel. Takk fyrir komuna. Varðandi þennan texta og stjórnarsáttmála, stjórnsýsla loftslagsmála verður styrkt og hlutverk loftslagsráð tekið til endurskoðunar með aukinni áherslu á ráðgefandi hlutverk og vísindastarf, auk aðhalds og eftirlitshlutverks gagnvart stjórnvöldum. Hvernig líst þér á þau áforma að endurskoða hlutverk loftslagsráðs? Það mjög eðlilegt að veki aðeins að því upphafi að þetta náttúrulega, það verið að þróa, allar þjóðir eru raunverulega að takast á við þetta vegna þess að þetta viðfangsefni hnattrænt á sér enga fyrirmynd í sögunni. Þannig það mjög eðlilegt að loftslagsráð séu stöðugt í endurskoðun. Það hins vegar mjög mikilvægt að við nýtum sem best það sem við höfum í dag á sama tíma og við byggjum eitthvað sterkara. Og samkvæmt lögunum að þá ber loftslagsráði að vera sjálfstæðu í störfum sínum. Og sjálfstæði kemur ekki bara frá samsetningu ráðsins, heldur frá þeim efniviði sem ráðið hefur til þess að vinna með. Og þess vegna skiptir skrifstofa ráðsins mjög miklu máli, eða stuðningur við starfið, og ég vil bara fá að fagna því hér að vilja núverandi umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra að styrkja ráðið og kemur meðal annars fram í auknum framlögum á fjárlögum sem skref í rétta átt. Ég undirstrika það skref í rétta átt, það þarf að ganga lengra, það gert ráð fyrir auknu framlagi og líka að aðgreina reksturinn með skýrari hætti frá rekstri ráðuneytisins. Þannig að það eru svona hlutir sem ég held að komi til með að skipta töluvert máli þegar fram í sækir. Takk fyrir. Þá var það Þorbjörg Sigríður, gjörðu svo vel. Já, bara fyrst vil ég þakka kærlega fyrir komuna. Ég alls með hugan við þetta álit ykkar frá því 9. júní í sumar, þar sem þetta kemur fram að markmiðin samdrátt í losun gróðurhúsalofttegunda séu bæði ófullnægjandi og óljós. En svo maður farið svona inn á bjartari slóður og bjartari punkta, þá vildi ég vera spyrja þess út í orðinum að við þurfum að fara að komast af undirbúningsstigi yfir á framkvæmdastig og að því mér hefur fundist skorta upp á það liggja fyrir mjög metnaðarfull markmið af hálfu Íslands en síðan hverjar aðgerðirnar eiga að vera og hvenær þær komist til framkvæmda, að þær séu tímasettar, að þær séu mælanlegar, að það birtist í fjárfestingum og þessi góðu punktur þinn að hvernig við getum séð að ríkisfjármálin sé að styðja við þessi markmið. Sitjandi í fjárlaganefnd þá finnst mér það alls ekki augljóst að svo sé og að það sé eiginlega því miður ekki staðan. En kannski nokkur orð frá þér um það hvað við erum að fara með það, eða hvað þið myndi vilja sjá í þeim efnum þetta framkvæmdastig sem við þurfum að komast á. Sko, eins og ég nefndi að þá höfum við fylgst með þessari vinnu nokkuð lengi og það verður, og ég held að verði bara að segjast eins og það að það felst ákveðið svona ákall frá verkefnastjórninni í stöðumatinu og þetta það stórt verkefni og það það mikli fjármunir sem þegar konur í þetta og meiri fjármunir þurfa að koma í þetta, að það þarf miklu meiri festu í framkvæmdinni.
og síðan þarf, ég hef sagt það að hluta til hafi kannski tilhneigingin verið til þess að ríki taki verkefnið ómikið í fangið. Það er mjög mikilvægt að hlutverk stjórnvalda raunverulega að setja fram kröfurnar hvaða niðurstöðu við höfum að ná og hvaða markmiðum við höfum að ná, en ekki endilega framkvæma það. Og þess vegna hefur ekki tekist nægilega vel að miðla eignarhaldinu þannig að aðri gerendur komi virt að þessu. En það og það sem við höfum líka bent á, og ég held að sé bara mjög mikilvægt að halda þessu til haga, að þó að þetta snúist alþjóðlegar skuldbindingar, að þá þetta líka mjög mikið sóknaráætlun fyrir landið. Því að þetta snýst raunverulega að byggja hér eða umbylta íslensku hagkerfi þannig að það standist bæði þær áskoranir sem felast í afleiðingu veðurfarsbreytinga og að sé líka samkeppnishæft í framtíðar hagkerfi kolefnishlutlausu hagkerfi framtíðarinnar sem eina hagkerfi sem verður í boði. Þannig að þetta blandast þarna saman svolítið þessi óþreyja að öll svona umskipti þau verða alltaf dýrari ef að verður töf á framkvæmd og þess vegna þarf raunverulega bretta upp ermar, fara raunverulega í þessar stóru fjárfestingar sem þarf að ráðast í, fá að borðinu þá aðila sem að koma til með að fjárfesta, skoða hlutverk ríkisins í því að þessar fjárfestingar verði. Og raunverulega þannig að það raunverulega þetta sem það sem brennur svolítið á okkur að ef við býðum allt og lengi að þá verður þetta bara allt og dýrt. Þorbjörg ætlaði að fá að fylgja aðeins eftir. Já, einlaglega sammála því sem hún nefnir varðandi samkeppnishæfnina og kostnaðinn sem að því hlýst þegar að framkvæmdir tefjast eða dragast. Þannig að mér langaði bara þá í því samhengi til að spyrja þig út í ummæli umhverfisráðherra á loftslagsdeginum í Hörpu í vor, maí held ég að það hafi verið. Þar sem hann talaði það að við værum á eftir mörgum þeirra landa sem við viljum bera okkur saman við varðandi hann nefnir þar sérstaklega vegasamgöngur og að það sé stærsti samdráttarliðurinn í COVID-faraldrinum en hvort að þú takir undir það mat að við séum eftirbátar margra þeirra landa sem við viljum bera okkur saman við. Ég held að sé mjög mikilvægt að við stillum þess ekki upp eins og einhverjir svona heimsmeistarakeppni milli þjóða en það alveg, við getum ekki byggt okkar framtíð bara á einhverju sem vorum góð í áður og sjálfsögðu fagna ég þeim árangri sem að nást í orkuskiptum varðandi fólksbíla. En þetta eitt af einfaldasta verkefnunum og hefur tekið, og ég núna á mínum 3. rafmagnsbíl og svona frekar pirraður rafmagnsbíl eigandi. Þannig að ég held að þessi hlutir þurfa að gerast miklu hraðar og það þarf svona þessa tilfinningu fyrir því að okkur liggi á og að það sé ekkit endilega allt og mikið ráðrúm til þess að leggjast yfir hlutina og pæla í þeim því að það þarf svolítið að fara að gangi í verkin. Svona samanburður milli þjóða alltaf mjög erfiður en við erum til dæmis mjög veik þegar kemur á almenningssamgöngum hér á landi. Við getum ekki boðið okkar íbúum upp á þann valkost að nota almenningssamgöngur og stóran hluta í sína samgöngur, mæta sínum samgönguþörfum. Við höfum ekki breytt miklu í fæðukerfinu hjá okkur. Þannig að það er bara svo mikilvægt að vera ekki í þessum samanburðarfræðum vegna þess að það oft gert til þess að undirstrika aðgerðaleysi að segja að ykkur annar þarf að gera þetta. Allir þurfa að gera þetta? Já, nákvæmlega og það málið að það góður árangur annarra getur sannarlega verið hvatning. Nákvæmlega. Og það líka mjög mikilvægt að horfa á jákvæðulegarnir í þessu, horfa á tækifærin, horfa ekki bara á það sem þú þarft að hætta að gera, heldur það sem þú þarft að fara að gera.
og kostina við það. Það var að Þórunn Sveinbjarnar, hversu vel? Já, takk formaður og takk fyrir að koma á fund nefndarinnar. Það er svona tvennt sem ég langar til að spyrja þið nánar út í. Fyrst sagðuru að þekking í þágu loftslagsmála væri í lausagangi og mér langaði til þess að heyra svona betur hvað þú meinar með því. Og hin spurningin varðar kerfisbreytingarnar og það sem þú ert að benda okkur hér á með ýmsum hætti hvernig við í rauninni erum búin að tala mjög mikið en gera mjög lítið og þú nefnir almenningssamgöngur, þú nefnir fæðu, keðjukerfi og allt þetta og í hverju við ætlum að verða góð og miðað við mitt mat er það að það séu engar kerfisbreytingar í sjónmáli eins og staðan er núna á aðgerðaáætlunum og engin von til þess að við náum markmiðum okkar 2030. Hvað þarf að breytast til að það gerist? Það er náttúrulega, í mínum huga skiptir mjög miklu máli að það myndist breið pólitísk samstaða verkefnið. Og þegar ég á við það, þegar ég kalla eftir samstöðu þá er ég ekki að tala það ég ekki að takast á málin, heldur að flokkadrættir mega ekki draga kraftinn úr sókninni. Þegar ég var að vísa í þekkingar, hvernig við beitum þekkingunni, þá er ég að vísa í það að við tókum okkur til í samstarfi við stofnun Sæmundar Fróða í Háskóla Íslands og ræddum við þekkingarsamfélagið. Og við raunverulega notuðum svolítið brútal aðferð. Við tókum hvern hóp fyrir sig og sögðum við ætlum að tala við ykkur í 60 mínútur. Þetta er svona heitapotts aðferðin, að bara fá það sem svona var efst í huga. Og það sem kom í gegnum þetta og við tókum þetta var tekið saman og er búið að vera til útgefi núna á annað ár, er það að það er feikilega mikill vilji hjá þekkingarsamfélaginu að takast á við þetta. Við erum ekki með kerfisbundnum hætti að nota vísindaráðgjöf og eins og þarf og félags- og hug- og félagsvísindin, hagvísindin, það er ekki verið að beita þeim nægilega vel og það skortir til dæmis efnahagslíkön sem geta tekið á loftslagsvandanum. Þannig að þetta voru svona hlutir sem við höfum ekki erum að meta þar hvert okkar næsta skref ætti að vera og hvernig við ættum að taka það áfram. Kerfisbreytingarnar, þetta er náttúrulega í kjarnan snýst þetta raunverulega það sem við höfum kallað hjá loftslagsráði, eða við höfum verið að kynna þetta hugtak loftslagshagstjórn, að allar hagstjórnarákvarðanir þurfa að taka með loftslagsglerugum, en það eru ekki þröng gleraugu. Ég held að það sé mjög mikilvægt að gera sig grein fyrir því. Loftslagsmálin eru snerta svo margt og þannig að en við þurfum að átta okkur á því hvernig eru tiltekna fjárfestingar að færa okkur nær því það sem við þurfum að vera eða hugsanlega færa okkur fjær því og þá höfum við ekki nægilega vel og það skortir töluvert á það og kannski ég vil nú ekki kannski einfalda málun of mikið en ef við sem þjóð breytum ekki einhverju þá mun náttúran gera það. Takk fyrir þetta. Bara upplýsa nefndarmenn að það eru 3 eftir mælendaskrá og ég hegst lokunni núna til þess að við höldum tíma og þá var næstur Andrés Ingi, gjörðu svo vel. Já, aftur að þessu áliti ykkar frá því í júní þar sem þið talið að framkvæmd aðgerðaáætlunar sé ómarkviss. Markmiðin í áætluninni er náttúrulega líka löngu úrelt. Hún byggir á því sem var áður en ríkisstjórnin jók metnað samhliða Evrópusambandinu 2020 og framkvæmdin er eitt og það þarf að ganga í verkin en markmiðin þurfa líka að uppfærast og hvort sé ekki ámælisvert að séu liðin 2 ár án þess að það hafi verið gert bæði gagnvart aðgerðaáætluninni
og síðan að gera eitthvað formlega með þá afstöðu sem stjórnvöld lýsa á alþjóðavísu, eins og til dæmis með því að lögfesta markmið fyrir 2030, þannig að sé alveg skýrt hvert á að stefna. Já, sko, það er mikið vilji til þess að breyta þessari stöðu og þetta er bara alltaf flókin framsetning. Það er mjög erfitt að átta sig á raunverulega hverju verið að breyta, hver á að breyta því, hver ber ábyrgð á því og í hvernig átt að hringja. Það er svona hlutir sem það vantar miklu skýrari ábyrgð og ég vona það að það samtal sem núna er að fara af stað og ráðherra mun vantarlega gera eitthvað betur grein fyrir breyti þessari stöðu. En það þarf líka að vera mjög öflugt samtal við fulltrúa þjóðarinnar, ekki bara atvinnulífs eða bæði, það allir aðilar vinnumarkaðarins vegna þess að réttlætisvítin í þessu er mjög mikilvæg. Þannig að, já, ég veit ekki hvort ég get bætt miklu meira við þetta svar. Það var að Jakob Frímann, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir þú búin að upplýsa okkur sitt hvað. Ég þeirra skoðan að það þurfum miklu meira til. Það vantar hér svona nýja vitundarvakningu og þetta sem heitir sense of urgency á ensku. Og ég held að það sitt allt í verkefnið að vekja upp þjóðina úr þeim dvala sem hún er í á ýmsum sviðum nota bene, bara þessu. Og hvernig útfærslur á því mættu verða, það er ykkar kannski stóra áskorun núna að vekja fólk til meðvitundar að þetta er kannski miklu alvarlegra heldur en almennt fólk heldur. Jú, ég tek undir það en ég veit ekki alveg hver ykkar er í setningunni því að þetta er náttúrulega verkefni þjóðarinnar og við höfum þann metnað í loftslagsráði sem er núna í loftslagsráði að geta orðið einhvers konar forystuafl en ég tek undir það að það er þörf á því að við raunverulega horfumst miklu skýrar í augu við bæði hætturnar og tækifærin vegna þess að tækifærin bíða ekki þarna endalaust og þess vegna þurfum við bæði að horfast í augu við hætturnar og grípa til ráðstafana til þess að draga út tjónnæmi þannig að það valdi ekki eins miklum skaða. En við þurfum líka að vera tilbúin að grípa þau tækifæri sem er að gefast. Til dæmis á sviði ferðaþjónustu fyrir ferðaþjónustu sem ekki byggir alfarið á jarðefnaeldsneyti. Okkar ferðamennska byggir eiginlega alfarið á því að brenna allt og ódýri orku í formi gamals kolefnis. Þannig að ég held við þurfum bara að fara að horfa svolítið í augu við þessa. En vakningin er líka svo að sjá inn í framtíðina og átta sig á því að þetta þarf ekki endilega að vera svona og þess vegna held ég að sé mjög mikilvægt að þegar við erum að horfa á svona vá eins og loftslagsvá að það felast í líka í tækifæri vegna þess að það er ekkert allt fullkomið í þeim veruleika sem við erum með í dag og hann er manngerður, það er eitthvað sem við getum breytt. En ekki bara loftslagsráð, heldur þjóðin í heild og ég skynja mjög mikið vilja til þess að gera. Það var Njáll Trausti, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir þetta Halldór og koma við. Nú fást hér við stórt og mikið mál. Þú minntist á það sem ég sjálfur tala mikið fyrir og síðast í gær með erlendi sendinefnd á Íslandi sem er nákvæmlega þetta samkeppnishæfa samfélag til framtíðar. Og það hlýtur að vera stóra markmið okkar, það er að vera samkeppnishæf, kolefnishlutleysi, nýta okkar endanlega orkugjafa og þetta er okkar framtíð. Og klárlega er við að mörgu leyti fyrirmyndum, maður finnur það í alþjóðlegu samskipti við erlenda þingmenn, vítt og breytt, inn í NATO-þingin og víðar. Það er greinilega komin töluverð vitneskju um þetta, að við erum hérna 80% endurnýjanlega orkugjafa bak við okkar notkun, Evrópusambandið 15%, þannig að verkefnið er stórt þar. En það er bara þetta í gær var talað first world problem, við ættum við first world problem við flest aðra þjóðir í þessum málum, það var fast áhugavert og hér virðist þetta fyrst og snúast svolítið debatið, umræðan umhverfismál versus loftslagsmál
Ég tala mikið fyrir uppbyggingu á endurnýjanlegu, eða sem sagt á flutningskerfi raforku til að nýta okkar græna orku. Í öllum löndum forsenda fyrir að nýta endurnýjanlega orku öflugt flutningskerfi, vegna þess að það bara þannig uppbygging á því. Hvaða skoðun hefur loftslagsráð einmitt á þessu, bara hvernig hefum að byggja upp, vegna þess að við förum ekki öðru sinni inn í þetta, og síðan kannski þessi umræða sem hefur verið, sem að síðan mikil erlendis, að siðferðislega ekki rétt að loka atvinnugreinum til að ná niður í loftslagsmálið og flytja vandamáli annað, heldur en að það eru hver og einn þjóð að herja að takast á við vandamálið innan sinna landamæra. Ef við mætum svona aðeins kannski ég sammála í stóru myndinni, það ætti að vera í allir umræðu, að við erum að byggja samkeppnishæft grænt samfélag. Það hlýtur að vera markmiðið í stóran. Það ekki tala mikið hins vegar þetta samkeppnishæft, competitive advantage of nation, það sé hérna samkeppnishæft í samfélagi þjóðanna. Já. Ég held að þú spyrir hvort að loftslagsráð hafi tjáð sig þessa hluti. Við mjög snemma tjáðum okkur töluvert kolefnishlutleysi, hvað það væri, í hverju það fælist, hversu vegna væri eftirsóknarvert. Og það var náttúrulega kannski svolítið, fólk var kannski ekki alveg tilbúið og við þurfum að fara aftur í það og koma því aðeins skýrara fram. Hins vegar mun loftslagsráð ekki sett þannig saman að það geti til dæmis tekið alla orkuumræðuna inn til sín, en ég tek undir það með þér að endurnýjanleg orka lykillinn að lausninni og ég myndi ekki kannski segja að við séum kannski öðrum til fyrirmyndar, heldur við ekki við von, og ég held þessi svolítið mikilvæg munur á því og að við erum svolítið tákn fyrir þessa von að þetta hægt og það held ég sé svolítið mikilvægt að við höldum komum að þessu þannig að ekki að segja vegna þess að orkuskiptin, umskiptin sem að verða og að gerast mjög hratt. Þetta rosalega stórt verkefni og okkar þekking á mjög afmörkuðu sviði þar. Við getum, loftslagsráð hefur ekki fjallað þetta, þannig að nú ég kannski frekar að tjá mig sem einn af fulltrúum í ráðinu. Að því ég hef nú starfað töluvert á alþjóðavettvangi. Ísland gæti orðið miklu öflugra í orkuumræðinu heldur en það hefur verið. Bara hreinlega vegna þessa má maður nota orðið brand eða svona þetta vörumerki sem að Ísland og því að sko eins og þið þekkjum nú með eins og Nelson Mandela sagði nú að allt virðist ómögulegt þangað til það gert. Og við erum svolítið þar. Það umlega búið að segja fólki það. Þú getur ekki orðið, það ekki hægt að vera með hagsæld nema að brenna fullt af gömlu kólefni. Það bara ekki þannig. Og þess vegna svo mikilvægt að við séum þá sjálfum okkur samkvæm þegar við förum inn á þá braut. Að við veljum ekki bara einhvern ákveðin sjónarhótt þar sem við lítum vel út, heldur erum heiðarleg, horfum í spegilinn og horfumst í augu við það hvað við gætum verið og við erum ekki orðin eins góð og við getum verið. Við þakkum vel kærlega fyrir Halldór, þetta búið að mjög skýrt og upplýsandi og ég held að eins og þú komst kannski inn á upphafi að við ættum bara að gera þetta reglulega hér, nefndin og loftslagsráð og aðrir þeirri fulltrúar sem komið í dag að ræða þessi stóru og mikilvæga mál. Þannig við þakkum bara kærlega fyrir og hlökkum til að hitta þið aftur. Ég þakka ykkur fyrir og ósöku besta í ykkar hluta í verkefninu. Já, þá gerum við smá fundarhlé með að fá nýja gesti til okkar.
Þá höldu áfram fundi umhverfis- og samgöngunefndar þar sem fjöllum markmið í loftslagsmálum og hvernig við ætlum að ná þeim. Og til ykkur eru komnir góði gestir fyrir hönd Landverndar Tryggvi Felixson, formaður, fyrir hönd Náttúruverndarsamtaka Íslands Árni Finnsson, formaður þar, og fyrir unga umhverfisverndarsinna Egill Hermannsson, varaforseti. Velkomnir á fund nefndarinnar og ég vil kannski bara bjóða ykkur að segja kannski örstutt í upphafi áður en að nefndarmenn fá svo að koma með spurningar til ykkar og ef við bara byrjum að þér, Tryggvi, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir að bjóða Landvernd að koma hingað. Við höfum reynt að halda því á lofti hjá Landvernd að við þurfum að hafa orkuskipti en leið þurfum við að passa náttúru landsins. Það stóra viðfangsefnið, hvernig við getum gert það tvennt. Okkur ber skylda til að draga úr losun en við höfum líka skyldu að passa náttúruna og það þarf að haldast í hendur náttúruvernd og loftslagsvernd. Það liggur líka alveg ljóst fyrir að annars vegar eru markmiðin okkar óljós og hins vegar aðgerðirnar ekki nægilega markvissar. Ég hjó eftir því að ég heyrði í umhverfisráðherra í síðustu viku, hann svolítið svona skýra betur hvað við eigum að gera, hvað við eigum að fara langt í þessum að draga úr losun, en nú bíðum við spennt eftir að sjá aðgerðirnar. Og í smiðju Landverndar eru margar hugmyndir aðgerðir, en það virðist sem að vanti einhvern veginn pólitískt þor og þrek til þess að ganga lengra í þessum málum. Ég hef alveg skilning á því, þetta stórt og mikið viðfangsefni, en við eigum í verkfærakistunni mjög mikið að möguleikum til aðgerða. Takk fyrir. Takk, Árni, gjörðu svo vel. Já, takk. Takk fyrir að bjóða okkur. Í fyrsta lagi langar við að nefna þingsályktunartillögu sem samþykkt var hér á þinginu maí 2021 stefnu Íslands á norðurslóðum. Mjög góð ályktun sem enn hefur ekki komist í framkvæmd. Þar stendur meðal annars að leggja áherslu á að draga úr notkun jarðefnaeldsneytis á norðurslóðum, þar á meðal hætta brennslu á svartolíu í siglingum. Ef þetta tækist nú, þá erum við búin að hægja á bráðnun íssins og jöklana umtalsvert og við fáum meiri tíma til að gera það sem þarf að gera. Það búið að vera að vinna í þessu stjórnarráðinu, það búið að vera að gera vinnuhópar til að útfæra þetta betur, en ég bið ykkur bara sem þingmenn og nefndarmenn í umhverfis- og samgöngunefnd að fylgja þessu eftir. Þetta var góð tillaga og gott að nefna það og þið hafið nóg að vinna með þetta. Í öðru lagi langar mig að segja að Ísland hefur á ótvíræðan hátt stutt markmið Parísarsamningsins að halda í hlýnun jarðar við 1,5 gráður. Þetta hefur komið fram í Glasgow í fyrra og í Madrid 2019. Þetta og Ísland var eitt af þessu löndum sem studdi þetta í París 2015. Og þetta ætti að vera ramminn fyrir stefnu Íslands í loftslagsmálum, en það ekkert þetta á vef stjórnarráðsins, þetta hefur ekki verið rætt á Alþingi og ég held að sé nauðsynlegt að við ræðum þetta sem ramma fyrir stefnu Íslands. Ég held líka að við verðum að benda á að Ísland talar sjálfstætt landsmarkmið og talar að draga úr losun 55%. Þetta vísar ekki til Parísarsamningsins. Það rætt landsákvarðað markmið, eða framlag. Og það kemur fram að víða og ég sérstaklega ekki síst í þeim pappíri sem Ísland hefur sendt til loftslagssamningsins að Ísland með í Evrópusambandinu 55% samdrátt, en eins og segir í framlagi Íslands, the individual share and commitments of each country is then determined by commonly agreed rules. Þetta hefur ekki komið fram hver hlutdeild Íslands í þessu 55% markmiði. Nema ég verð að vekja athygli á því að umhverfisráð hefur nýverið sagt ítrekað að Ísland þurfi að draga úr losunum 1,3 milljónir tonna. Miðað við 2005 þá erum að ræða 42% samdrátt.
sem mun metnaðarfyllra heldur en þessi 29% sem samþykkt var þegar Evrópusambandið stemdi 40% samdrætti. Þetta vildi ég vekja athygli á og ég er kannski búin að tala lengi þannig að þið spyrir bara. Takk fyrir. Egill, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir formaður. Þetta málefni loftslagið er oft talað sem svona málefni ungs fólks, málefni framtíðarinnar. Að okkar mati, ungum umhverfissinnum, er þetta alls ekki málefni framtíðarinnar, heldur er þetta algjörlega málefni nútíðarinnar. Samdráttur í losun er mikilvægur hvenær sem hann gerist, en hann er miklu mikilvægur ef hann gerist strax og hratt. 5% samdráttur í losun árið 2023 var miklu betri heldur en uppsafna 10% samdráttur árið 2024. Sko þessi loftslagsumræða, okkur er farin að svona leiðast þessi umræða af því að okkar mati eru upplýsingarnar löngu komnar þetta málefni og þetta er alltaf rætt fram og tilbaka þessi loftslagsmál og hérna hvað ég að gera þetta svona hins einn en tími umræðana er löngu liðin af því að núna er komið tími aðgerðana af því að við þurfum að draga úr þessari losun strax, ekki draga úr henni fyrir 2040 heldur gera það strax og bara núna og bara í dag að gera það. Þessi losun og svona þessi umræða hefur rosalega mikið snúist hvernig við að bóka þetta, hvað Ísland ætti að gera með við Evrópu, hvað ætti að gera með við önnur lönd, hvað Ísland losa mikið og hvað við ættum þess vegna að draga mikið úr losun með við hvað við losum mikið og eitthvað svoleiðis. En það sem skiptir öllu máli í þessu er að við erum með markmið að halda hlýnun jarðar undir 1,5%. Gráðum segi ég. Þessi markmið, þetta snýst sko að koma í veg fyrir fjöldaútrýmingu lífvera hérna á jörðinni, þar á meðal manna, þótt að við séum samt líklegust til þess að lifa þetta af, allavega sérstaklega sem búum hérna norðanmegin á jörðinni. Þetta markmið er ekki markmiðið er fyrir okkur hérna Íslandinga að vera leiðtogar í þessum málum, vera fyrirmyndir í þessum málum og hérna við erum ekki í keppni við aðra þjóðir að draga losun, við erum í keppni við losunina. Við viljum draga úr losunni, ekki draga meira úr losunni heldur okkur önnur þjóð. Markmiðið okkar er 1,5%, 1,5 gráða, takmarkar línun, ekki að draga úr losun per se, þótt að sé hluti af markmiðinu stóra. Svo veit ég nefna að lokum þessar losunartölur sem við erum að sjá núna hérna á Íslandi. Þetta er svona sirka, nú er ég að segja sirka, en þetta er skipt í 10, 20 og 70%. Það er að segja 10% frá stóriðju, 20% frá sem það heitir bein ábyrgð Ísland sem er bara þegar við erum að keyra, þegar við erum að byggja eitthvað og þess háttar, og svo er 70% eða tæp 70% af losun Íslands er vegna landnotkunar og þá erum við aðalega að tala framræst mýri og eyðilagt land. Þetta er, ég er að segja 70%, við erum að tala langstærsta hluta losunin okkar og þetta finnst okkur alls ekki vera að fá næga athygli, hvorki eða bara ekki neinna, af því að þetta virðist vera viðkvæmt umræðuefni, landnotkun, og ég hlakka til að ræða þetta betur á eftir. Takk fyrir. Kæra þakkir. Þá kemur fyrst með spurningu til ykkar Ingibjörg Ísaksson. Já, takk kærlega fyrir. Takk kærlega fyrir komuna. Ánægilegt að fá okkur. Þetta er auðvitað alveg gríðarlega stórt verkefni sem við erum að ráðast í og mikilvægt að hafa skýr markmið og aðgerðaáætlun því tengdu. En þetta tekur líka tíma og þetta er samstarf allra þjóða í heiminum. Að það var aðeins komið inn á varðandi orkuskiptin, að þá hefur okkur gengið vel í orkuskiptum á bifreiðum og næst er að fara í þungaflutninga og vonandi mitt skipin og flugvélarnar.
Það sem að sko verið að gera og maður heyrir hjá fyrirtækjum eins og til dæmis varðandi skipin að það hætt brennsla á svartolju í x mílna fjalla frá landinu. Skemmtiferðaskip að mér skilst eru farin að skipta yfir á ljósavélar þeirra í landinu, þannig að það svona ýmsar aðgerðir í gangi en betur má við duga skal, það þarf að ganga enn lengra. Mér langar svona aðeins að beina spurningum minni til Tryggva af því að það alveg vissulega rétt sem hann kom inn á að það mikilvægt að gæta náttúrunnar en við þurfum að afla okkur frekari orku og þú talar það Tryggvi að það væri næg verkefni eða næg tæki eða verkfæri í ykkar kistu. Getur svona aðeins færi nánar út í það fyrir okkur? Já, ég skal, það eru mörg verkfæri í kistunni. Okkar svona helstur ráðgjafar í umhverfis og efnahagsmálum eins og OECD og Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn. Þeir hafa sagt mörg undanfarin ár við íslensk stjórnvöld koma enga reglulega. Þið eigið að nota losunargjald, kolefnisgjald. Látið peningana tala. Það sem við heyrum svo mikið núna þessi góði vilji. Hann fallegur en svo gerist ekkert mikið meira. Fyrirtæki að krossa sig í bak og fyrir með góðum vilja. En þau eru í samkeppni á markaði. Eins og ég heyrði var að tala samkeppni. Það þarf að vera það sem við kalla eðlilegar leikreglur fyrir fyrirtækin. Og þá kolefnagjaldið það sem gildir. Til dæmis að því að Egill kom inn á þetta með losun. 70-80% af því landi sem var opnað, sem opið sár í dag, það streymir út úr því, það að brenna og það ekki nýtt til matvælaframleiðslu. Það búið að tala að það þurfa að loka þessum skurðin lengi og ríkið búin að leggja í þetta pening. Það gerist afskaplega lítið og hægt. Við þurfum að setja losunargjald á mýrarnar okkar. Ef að bændur get ekki sýnt fram á það að þeir sé ekki að nýta landi til matvælaframleiðslu, þá verður bara að loka því þeir að brenna jörðina. Við getum aftur tekið sjávarútveginn. Þeir hafa sýnt ákveðin árangur, aðalega vegna þess að við fengum fiskveiðistjórnir sem leyfðum það, en það bara ekki nóg. Hvað þetta að gera? Jú, þeir eru í samkeppni. Notum reynslu Normanna þegar voru að glíma við ákveðin mengun og sjávarútveg. Setjum bara losunargjald á sjávarútveginn. Það getur verið erfitt fyrir samkeppni. Nei, við bara setjum hann í sjóð. Og fyrirtæki sem í að innleiða nýja tækni, þeir sækja peningi þennan sjóð, þau skara fram úr. Þannig látum við peningana tala. Það vissulega mikilvægt með góðan vilja og vitund, en það væri þetta að tína margt upp úr þessari verkfærakistu. Þá það næst Njáll Trausti, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir þetta, gott að sjá okkur. Það að fara víða þessar umræðu og spyrja margs. Ég ætla kannski að halda áfram sem ég ræddi hans hérna við Halldór Þorgeirsson áðan, formann Loftslagsráðs. Og ég sem sagt þetta með, við erum náttúrulega að horfa fram á, við þurfum að vera samkeppnishæft samfélag til lengri tíma. Við viljum vera grænt samfélag sem samkeppnishæft. Það hlýtur að vera stóru markmiðin okkar í stóru myndinu til lengri tíma að við getum búið við lífsskilyrði sem eru góð og við erum til fyrirmyndar í þessum gera. Það sem að kannski beina fyrst til þín Tryggvi bara umræðan hefur snúið svolítið þannig á Íslandi og ég kom inn á áðan að þegar maður að tala hérna við erlenda pólitíkusa þeir líta svolítið okkur sem svona first world problem hérna í þessum málum en þess að við erum komið svo langt í nýtingu á grænni orku miðað við nágranna samfélögin og bara ef við lítum lengra þá er ennþá lengri land við það. Umræðin hérna hefur fyrst og eftir snúist hún hefur verið tvískipt, það er annars umhverfismálin og síðan loftslagsmálin. Umræðin svolítið þarna sko. Við sjáum þetta í flutningskerfinu, hvað þetta virðist vera sem svona grundvöllur að notkun á endurnýjanlegum orkugjöfum, öflugt flutningskerfi til að nýta vatnsaflið, jarðvarmann og síðan mögulega vindorkuna eftir hvernig það saman fer. Ef við ætlum að nýta þetta þá grunnurinn öllu hryggjast ekki í þessu öflugt flutningskerfi raforku. Við höfum átt í erfiðleikum með að leggja það bara í umræðu. Þannig að ég vil svona aðeins að heyra bara hvernig þið lítið á þetta hjá Landvernd varðandi þetta í svona, hvort þú sér sammála mér þessi markmið okkar þetta
samkeppnishæfna samfélag til lengri tíma, til áratuga og alda, grænt samfélag, og síðan þetta með, við þurfum þá ekki að nýta okkar orkugjafa, og líka kannski þessi siðferðislega skylda sem nú mikið og tölugt umræði núna, við sem ekki að flytja vandamálin annað, til þess með að leggja niður atvinnugreina hér, sem eru grænar í öllu samhengi við það sem til annars staðar í heiminum, hvernig þið lítið á það í þessu stærra samhengi. Ég sammála síðan bara rétt að koma inn á, ég var nú sjálfur í þessari norðurslóðastefnu sem var kynnt hérna á síðasta kjörtímabili. Þá komum við að því náttúrulega hvaða orkugjafi það sem á að taka við af svartolíunni og öðrum jarðefnaeldsneyti í skipum. Og þá erum við náttúrulega að horfa til e-fuel eða sem sagt rafeldsneyti sem við gætum náttúrulega mögulega farið í. Það er risaverkefni, ég er sammála því, sem er miklu stærra heldur bílamáli hjá okkur, flutningaskipin og sjávarútvegurinn. Þannig að er það ekki þannig Árni að við þurfum að virkja á annað, græna orku, og til að nýta þessa möguleika sem við höfum, ef við höfum að vera þessi fyrirmynda fyrir aðra þjóðir, hvernig við ætlum að nýta eða koma grænum orkugjöfum inn í því sem er lífsnauðsynlegt fyrir þessa þjóð til að lifa af. Takk, þá ég ætla að benda á það að það eru 4 eftir mælendaskrá, ég hefur lokað henni núna til þess að við höldum tíma, en Árni þú byrjar og svo Tryggvi. Einfaldasta og fljótvirkasta leið að bara gera á morgun, það er að þessi skip hætt að brenna svartolíu og brenna í þessi stað dísilolíu. Miklu, miklu betra. Aðeins í sambandi við það þá hefur Ísland ekki bannað svartolíu innan 12 mílna landhelgi, það þarf að gera næst. Við getum það, alþjóðalög leyfa það, en til að ná 200 mílna markinu þá þurfum við að fá samþykki í alþjóðasiglingamálastofnuninni. Hvort að eldsneyti eins og nefnilega sé framtíðin fyrir skipaflutninga, það held ég sé svolítið erfitt að segja nákvæmlega núna, en það er ekki gerast fyrir 2030, það er alveg víst. Það eina sem ég sé gerast fyrir 2030 orkuskiptum er að það er hugsanlega hægt að knýja innanlandsflug og það er þó bara 1% af heildarlosun, þannig að það breytir kannski ekki svo miklu. Og svo er náttúrulega alþjóðasiglingarnar, þær eru alþjóðlegar, skipin eru ekki skráð hér, heldur einhvers staðar í einhverju Panamaríki eða eitthvað slíkt. Þannig ég held að eiginlega vantar Alþingi tölur, hvenær gerist hvað, hvenær getur við verið búin að skipta út bílaflotana, akkur erum við ekki búin að banna bara bensín- og dísilbíla núna og hættum að flytja það inn, skiljum við. Hvenær verður þetta að gerast? Orkuskipti í bílaflotanum þarf að gerast miklu hraðar heldur en verið að gerast núna. Getum við verið með innanlandsflug í rafmagni árið 2030, vonandi, og svo framvegis. Ég held að vanti tölun þetta að segja, menn orkuskipti þýðir það að mann taki út mengandi eldsneyti og komi í staði með rafmagn eða eitthvað annars. Það er orkuskipti. Ekki bara byggja meiri raforku. Takk, Tryggvi að gera svo vel. Bara flutningskerfið okkar í rafmagni er ekki nógu gott. Er þú út að vísa til flutningskerfis í rafmagni? Í þinn heimabæ er það nýbúin að fá góða tengingu. Því miður tók bæjarstjórinn upp á því að útluta svæði fyrir einhvern gagnaver til þess að nota orkuna strax. Línan er á leiðinni vestur og suður, það er verið að bæta flutningskerfið, maður lítur á kerfisáætlun, margt í gangi. Það verða átök þetta eðlilegt, við erum að finna góða leiðir til að koma þessari stóru línu fyrir, í staðinn fyrir byggðalínu. Það er verkefni næstu ára, þetta verður kannski komið í lag eftir 5-10 ára betra. Og þá bætum við orkunýtingu í landinu á þeim tækjum sem við höfum í dag, kannski 5-10%. Frábært, ókeypis orka. Varðandi samkeppnina almennt, þá verðum við að líta til þess að við erum innan Evrópusamstarfsins. Ykkar kollegar á Evrópuþinginu eru að fjalla tillögur sem taka á ETS-kerfinu, meðal annars hvernig við mætum restina af heiminum sem kannski vill ekki fara þessa leið sem við viljum fara að draga úr losun. Og þá er verið að tala að setja upp kolefnisgjöld á innflutning inn á Evrópusvæðið. Það komið fram tillögur það fyrir 1,5 ári síðan og eða til umfjöllunar ef ég skil rétt. Ég fylgdist ekki svo mikið með þeim málum í dag, ég fylgdist með þeim betur áður. Þannig þegar við tala samkeppni, þá þurfum við að vinna með okkar grannþjóðum því við höfum hluta stóru efnahagssvæði. En við getum átt við landbúnaðinn sjálf, hann er verndaður. Sjávarútvegurinn okkar, þetta
afkomukerfum þar. Svo þegar við komum að samgöngukerfum og gjöldum þar, þá þurfum við líka að hugsa hvernig við jöfnum lífskjörun í landinu. Fyrir suma það mikil byrði. Það alls konar, þetta vandasamt verkefni. Ég ekki að gera lítið úr því. En svo að lokum erum við svo heppin, við eigum alveg rosalega stórt og gott orkufyrirtæki, bæði Reykvíkingar sérstaklega og við öll sem Landsvirkjun. Það getur unnið með okkur. En við mögum ekki láta það vinna bara eins og þessu frjálsir ykkur markaðsarkerfi. Við erum að setja eigendastefnu. Við vitum það til þess að framleiða 1 tonn af áli þá það miklu meini orku ef menn eru að endurvinna á. Akkur setjum við ekki Landsvirkjun eigendastefnu það? Við förum inn í framtíð þar sem að Ísland verður það land sem að endurvinna áli. Það verið að kasta áli út allan heim. Þá spörum við miklu orku sem hægt að nýta í orkuskiptum. Það eru marga leiðir. Við vitum það, við getum ekki leyst vandamálin með aðferðum gærdagsins. Við þurfum að breyta og það er þessi breyting sem er svo erfið og þar verðum við bara að fara út úr þessum kassa. Ég veit að ég hef skilning á því með vilja tala að það sé frábært að framleiða ála á Ísland og allt þetta. Þessi saga, hún er sannfærandi en það er bara til allt önnur saga líka og það er þá sögur sem við þurfum að segja í framtíðin vegna þess að við leysum ekki vandamálum með lausnum gærdagsins. Það voru Andrés Ingi næst, gjörðu svo vel. Já, takk og takk fyrir að fara svona vel yfir þetta allir þrír. Þið töluðu held ég allir að það þyrfti að setja skýr markmið í lög ekki einhverja prósentur eða tonn heldur stóra markmið að halda hlýnun innan 1,5 gráðu. Og í sammála umræðan hefur ekki verið nógu mikil það. Ég mælti fyrir frumvarpi akkurat þetta í janúar og það var mjög einmannalegt þriðjudagskvöld í þingsalnum. Það sem ég fekk andsvör frá einum þingmanni og fleiri töluðu ekki í þessu sem ég hefði mitt haldið að væri kannski eitt stærsta loftslagsmálið sem fór í gegnum salinn það missirið. En samt eru sko prósenturnar og tonnin verkfæri í átt að þessu markmiði þannig að við þurfum dálítið að geta talað þau. Og þið einmitt þessi samtök 3 saman fyrir ári skoruðu á stjórnvöld að setja sér markmið 70% samdrátt í losun fyrir ráðstefnuna í Glasgow í staðinn fyrir þessi 55% sem Ísland ætlar að taka á sig ásamt ESB. Fulltrúi ungmenna í loftslagsráði skilaði síðan sérstökum tillögum við aðgerðaáætlunina sem sko miðar ekki einu sinni við 55% heldur 40%, fullt af góðum tillögum sem ekki var hlustað á. Og já, maður upplifir svona eins og áheyrn umhverfisverndarsamtaka sé kannski ekki nógu góð hjá stjórnvöldum. En þess vegna skiptir svo miklu máli að loftslagsráð talaði tæpitungulaust núna í sumar og sagði að markmiðin voru óljós og framkvæmdin ómarkviss. Af því að ráðherrann brást öðruvísi við en við að venjast. Hann hljómaði eins og nú þyrfti að gera eitthvað. Mig langar að spyrja, bara þið takið boltan sem viljið, hvað við séð þokast í málum bara síðustu mánuði? Hefur eitthvað breyst eða erum við enn í sömu pattstöðu gagnvart stjórnvöldum sem eru með löngu úrelt markmið? Í ljósi tímastundina vil ég kannski bara bjóða Agli að því hann hefur ekki fengið síðust að byrja að svara þessu og svo koma fleiri og þá fá þið aftur tækifæri að koma og bregðast við. Egill, gjörðu svo vel. Sko, það er svolítið erfitt að fylgjast með þessu hérna á Íslandi, þessum störfum stjórnvalda, eins og við kallum það. Af því að þetta virðist vera alltaf að mjakast og það eru loforð og við fáum áheyrn stjórnvalda, við fáum fundi með ráðherra og fáum að koma hér fyrir framan þingmenn og svoleiðis, en við virðumst ekki finna fyrir neinum hvað ég að segja, svona konkrétt árangri í þessu. Og við erum oft að spyrja okkur hvað eigum við að geta gert og hvað eigum við að gera og svoleiðis og við erum með skora stjórnvöld að draga saman 70% fyrir 2030 og þetta 100% fyrir 2040 og halda hlýnun jarðar 1,5 gráðu og það er alltaf eitthvað alveg á leiðinni sko. Það er alltaf eitthvað alveg á leiðinni, já við erum að vinna í þessu, við erum að vinna í þessu, við erum að vinna í þessu, góðu verkefni, mjög góð verkefni, en þetta hefði helst átt að vera tilbúið fyrir nokkrum árum síðan, þetta sem við erum að tala og þá
fer ég að hugsa, þú veist, af hverju er þetta svona lengi? Þú veist, erum við bara svona léleg? Eða þú veist, hvar er þetta? Er eitthvað sem er bara eitthvað fer í hádeginu heim úr vinnunni af því að nennir ekki að klára verkefni sín eða eitthvað svoleiðis? Og þá fer mín hugsun alltaf út í það að við séum með veika stjórnsýslu. Við séum með veikt loftslagsráðuneyti, umhverfisráðuneyti, við erum með veikt loftslagsráð sem að getur ekki sinnt sínu aðhaldi með engu starfsfólki eða nánast engu starfsfólki og meira til. Við erum alltaf að leitast eftir þessum upplýsingum hvað stjórnvöld ætla að gera. Við erum með þessu 55% samdrætti með Evrópusambandinu en við vitum ekki einu sinni hvað við ætlum að gera sem hluti af þessu markmiði Evrópusambandsins. Nýja ríkisstjórnin setur sér markmið 55% samdrátt á losun vegna beinnar ábyrgðar Íslands. Ok, það er 55% af 20% sem eru 12% eitthvað svoleiðis. Þetta er markmið, gott markmið, við fögnum þessu markmiði en við vitum ekki ennþá hvað við ætlum að gera í heildarlosun og svo finnst okkur alltaf þetta landnotkun vera hunsað. Landnotkun, þetta er 70% af losun Íslands og þetta er bara hunsað. Þetta er bara, við ætlum kannski að gera eitthvað, við ætlum kannski að draga losun miðað við 2005, svo þessi eins og 2005 eða 1990 eða eitthvað svoleiðis. Þetta er losun sem þarf bara að vera 0, eins og öll önnur losun. Hér þarf eitthvað risastórt átak að fara í gang og mér langaði að tala þessum þetta fyrst að koma inn á dáðan. Það er alltaf að tala bændur í þessu samhengi. Þeir eiga stóra jarðir með framræstu votlendi sem kannski ekki er verið að nýta nógu vel og eitthvað svoleiðis. Í mínum huga hafa bændur ekki beinan, skjótan, efnahagslegan hag af því að endurheimta votlendi sitt. Það er náttúrulega góð hagur fyrir náttúruna, gott fyrir það líf sem er hérna á Íslandi, það fuglalíf, það eru náttúrulega ekki margar tegundir sem að þrífast hérna og búa hérna, en engin beinn hagur bænda af þessu. Hérna þarf ríki bara að stíga inn í, því miður. Þetta er langstærsti losunarþátturinn okkar, ríkið þarf bara að fara að skoða hvernig við getum verið annarkvort með bændum eða bara farið í eitthvað átaka, kaupa jarðir, votlendi, eitthvað svoleiðis. Ég veit ekki lausnina, en það er svolítið eins og að ráðuneyti viti heldur ekki lausnina og að Alþingi viti heldur ekki lausnina. Og svo með þessar upplýsingar, við erum alltaf að reyna að fá upplýsingar alls konar. Oftast það sem þessi fundi snúast hjá okkur er bara til að athuga hvað ríki ætlar að gera í þessum málum. Það er eins og að draga tönn að fá þessar upplýsingar þetta er allt á leiðinni og uppfær markmið, meira markmið, betra markmið, allt á leiðinni þessar upplýsingar en við bara fáum það ekki af því að þetta bara tefst. Ég myndi segja svara við þessu sé ekki nógu sterk stjórnsýsla og ég stoppa því. Takk fyrir þetta, við erum komin yfir á tíma en ennþá 3 eftir en það er stórt og mikið mál undir þannig að kannski eðlilegt en við reynum að nýta yfir tíman eins vel og við getum næst er Þorbjörg Sigríður, gjörðu svo vel. Já, mér langaði mig til að ræða þetta með kannski litu að því að vera þingmaður í stjórnarandstöðu og að okkar hlutverk er auðvitað að veita meirihlutanum og stjórnvöldum aðhald en að því að hér var komið inn á upplýsingar að því að við erum öll stolt af þessum metnafullu markmiðum en svo fer maður auðvitað að reyna að skoða það að því að allir hafa sett sér einhver glæsileg markmið en svo er annað að ná þeim hvernig á að ná þeim, hvenær á að ná þeim tímasetningarnar, þessar mælanlegu einingar sem við ætlum að ná fram þannig ég vildi eiginlega bara heyra sjónarmið ykkar hinnar því þú nefndir þetta Egill en við finnum fyrir því í þessari nefnd, við finnum fyrir því í fjárlaganefnd þar sem allar fjárfestingar ríkisins eru undir að við sjáum ekki nægilega skýrt hverjar forsendurnar eru hvaða gögn og greiningar eru á baki forgangsröðun verkefna. Mér finnst vant upp á það að það sé þessi græni þráður sem renni gegnum stjórnarráðið allt. Það eru markmið og svo hvernig við ætlum að ná þeim fram sammála því að vísindin og gögnin þau liggja fyrir en þau þurfa að vera aðgengileg. Við þurfum að sjá hvert stjórnvöld er að fara og með hvaða hætti. Nú kannski Egill er búin að svara þessu en sjónarmið ykkar hinna þetta
hvort ykkur finnst vera nægilega innsýn í það hvaða skref stjórnvöld ætla að taka, með hvaða hætti og hvenar. Árni Gjörsson. Þetta er aðeins skýrst, aðeins. Þannig að ég ánægði með umhverfisráðherra segir að það eigi að draga úr losun með 1,3 milljónum tonna. Já. Það gerir 42% með 2005. Spurði konu mín, hún er tölfræðingur og svo ég kann ekki til reikningi en sem sagt þetta er mikilvægt markmið en svo segir Katrín Jakobsdóttir 55%. Þarna er diskrepansi upp á 13% stig og ég held að því verði að fá skýringu í hvað er munurinn. Síðan ekki til að verði stofnun loftslagsnefnd Alþingis og taki samgöngumálin út og einbeiti ykkur að loftslagsmálum, að einhver grúpa eða nefnd. Þetta er svo, þið þurfið mikla vinnu, þið þurfið miklar upplýsingar og þið þurfið að veita aðhald. Þarna vantar aðhald, en svo ætlum ég að líka að segja, sko þetta 1,5 gráðu markmið, það kann að virðast lofti, en samkvæmt loftslagsskýrslu Veðurstofunnar frá 2018, þá fer saman að halda hlýnun jarðarinnar 1,5 gráðu og að stöðva og snúa við súrnun sjávar. Og súrnunin verður hraðar og hraðari. Og Ólafur Ragnar Allemannur sagði í gær að hlýnunin verður hraðar og hraðari. Hann hefur ekki tekið svona skarpur orð áður. Þannig að Alþingi hefur mikið verkefni og við bara vonaði að sko sérstaklega afla sér áreiðanlegra upplýsinga og hvernig þessi stjórnsýsla virkar. Hvað hefur komið út úr ráðherranefndar loftslagsmál? Ég veit það ekki, ég sé ekkert sko. Takk. Tryggvi, þú kannski kemur inn á þetta í næsta svari, ég ætla að hleypa Þórunni að núna, gjörðu svo vel. Já, það er nú, takk formaður, búið að koma inn á mjög margt af því sem mér langaði til að spyrja mér finnst mikilvægt að komi fram hérna að það eina samkeppnishæfa hagkerfið er hagkerfið sem brennir ekki jarðefnaeldsneyti. Vildi bara fá að segja þessa setningu af því það er mikið verið að tala leiðirnar að því og auðvitað viljum við reka samkeppnishæft hagkerfi en það þarf þá að uppfylla þau skilyrði sem að lúta því að halda hlýnuninni innan við 1,5 gráðu. Á þess að við þurfum að fara hér á þessum fundi yfir það hvað það þýðir að fara yfir þau mörk kom fram hjá Árna áðan með súrnunina. Ég fæ mjög sterklega á tilfinninguna að enginn á Íslandi hafi yfirsýn yfir það hvernig við ætlum að ná þessu markmiði og þeim opinberu markmiðum sem sett hafa verið. Vissulega hefur umhverfisráðherra nefnt 1,3 milljón tonna í samdrætti og svo erum við með þessa 3 flokka sem að Egill fór mjög vel yfir áðan heimalósunum okkar, ESR, ETS svo kallað losunarheimildirnar og svo LULUCF eða landnotkunina sem að við þetta, og ég tek undir að það er mjög lítill kannski áhugi á því en ég sko þið megið kommenta á þetta ef þið viljið, þetta er ekki bein spurning en mér sýnist á öllu að markmiðssetning stjórnvalda sé með þeim hætti að það sé engin leið fyrir Ísland að ná þeim markmiðum sem sett hafa verið með við þá aðgerðaáætlun sem er í gangi. Það sé engin leið fyrir okkur að nýta næstu 7 árin til þess að ná markmiðum sem við ætluðum að ná 2030 og nú ætla ég ekki að vera hér með eitthvað heimsendaspár, ég vil bara fá ykkar álit á því hvort að það sé hægt að grípa til aðgerða sem að geta þá fullnægt þessum markmiðum og við náum þeim. Ég ætla að fá að hleypa henni Jönu Salómi að og svo gefa ykkur öllum orðið í lokin. Gjörðu svo vel. Takk fyrir komuna. Egill, þú nefndir áðan að við verum með veikt loftslagsráð sem getur ekki sinnt hlutverki sínu. Í stjórnarsáttmála þá er rætt að efla hlutverk loftslagsráðs og ég spurði Halldór einmitt að þessu áðan. Hvernig sjáu þið fyrir ykkur endurskoða hlutverk loftslagsráðs með tilliti til aukinnar áherslu á ráðgefandi hlutverk og vísindastarf auk aðhalds og eftirlitshlutverks gagnvart stjórnvöldum? Takk hérlega fyrir, þannig að þið bara fá allir núna að taka til máls sem lokaorð og svör við þessum síðustu 2 erindum og bara gjöra svo vel Tryggvi. Loftslagsráð á að vera ráð án beinni aðild hagsmunasamtaka. Þá
á að vera ráð þeirra sem við treystum fyrir því að þeir vinni fyrst og fremst út frá því að draga úr losun, ekki vakthundar fyrir einstaka geira í atvinnulífinu. Sú breyting þarf að eiga sér stað og þannig var þetta stofnað í nágrannarlöndunum sem var fyrirmyndin okkar, ef ég þekki rétt. Loftslagsmálin eru flókin og mér finnst ef að ég væri umhverfis- og loftslagsráðherra og ef það liggur fyrir við ætlum að ná 1,3 milljón tonn, þá myndi ég koma til ykkar með aðgerðaáætlun þar sem er búin að deila þessum 1,3 tonnu niður, deila þeim niður á hvernig við vinnum þetta 7 ár og koma fram með þær aðgerðir sem þarf til og þær verða ekki allar vinsælar. En við þurfum breytingar ekki alltaf vinsælar, það fær okkur hins vegar oft mikla gæfu. Þess vegna reynir svo mikið á stjórnmálamenn að reyna að sannfæra okkur hinn sem að eigum að taka á okkur ákveðna byrðar. Þetta eru breytingar sem snerta svo margt í lífi okkar. En við verðum að gera þetta og við erum búin að tala þetta í 25 ár og bara það við fengjum í vetur góða umræðu eins og 1,3, hvernig við náum því 1,3 milljón tonn og færum að undirbúa þessi 9 milljón tonn sem liggja í votlendinu sem Egill bendir á. Bara við getum gert það í vetur og klár með það og svo þurfum við að samfæra allan landsmenn að þetta sé nauðsynlegt og svo þurfum við að sjá til þess að byrðunum sé réttlætlega skipt og verkfærin öll til, við vitum það, en útfærslan flókin og erfið og hún verður mjög erfið þegar allir hagsmunaaðilar sitja í kringum borðið. Það þarf svolítið að gera eins og Þorvaldur Ljósveitingur góði gerði, við þurfum að setja mannin inn í tjaldið og hann þarf að segja hvernig á að leysa máli. Árni, gjörðu svo vel. Bara takk aftur fyrir hennar fund, ég mjög ánægð með að þið takkið svona á þessu. Varðandi hlýnun norðurslóða þá hún 4 sinnum hraðar en annars staðar á netinu, það eru nýjustu vísindalega viðurkenndar rannsóknir. Loftslagsráð þeim annmarkum háð að það stendur í lögunum að ráðið skuli farið þau verkefni sem ráðherra felur því hverju sinni. Þetta þá einhver svona skúfa í ráðuneytinu og það gengur ekki fyrir sjálfstætt ráð. Það á að vera sjálfstætt og það á að geta, fyrir ekki orðalegi, það á að geta sagt við ráðherran haltu kjafti. Það bara á að vera þannig, en annars getur það ekki sinnt sínu gagnrýnu hlutverki. Markmiðin orðin ljósari, 1,3 milljón tonn miklu betra heldur en var og bara kútos til ráðherrans að gera það. Svo eitt eftir sem hefur ekki komið nóg fram, það vantar gögn fyrir landnotkunna, það ekki hægt að nýta sér til dæmis endurheimt votlendis vegna þess að það skortir áreiðanleg gögn sem að skrifstofa loftslagssamnings Sameinuðu þjóðanna getur viðurkennt. Þetta tekur tíma, það búið að setja fé í þetta, ég veit það, en þarna vantar ýmis gögn og svo kannski í síðasta lagi þá landnotkunnin ekki inn í þessum ESR eða Sameinuðu Evrópusambandið, það ekki inn í þeim aðgerðum. Þannig að það kemur þó ekki fyrsta lagi fyrir næsta áratug eftir 30. Takk fyrir. Takk fyrir. Egill. Til þess að svara þessu með loftslagsráðið þá þetta alltaf bara, þetta snýst alltaf peninga og það alltaf það sem að ríkið snýst svolítið Loftslagsráð ekki með nóg mikið starfskraft og á okkar matið þetta loftslagsráð ætti að vera vettvangur vísindafólks, hvort sem það hvaða vísindi sem það eru, hagfræðingar og náttúrulega sérstaklega loftslagssérfræðingar, en auðvitað áheyrn hagsmunaaðila mikilvæg í umræðinni en ekki í svona vísindaráði. Til þess að loka þessu þá vil ég koma fram með svona okkar málefni í kringum loftslagsmálin. Þetta 55% samdráttur í losun, þetta það sem við erum að tala sem að nauðsynlegt fyrir 1,5 til þess að halda hlýnun innan við 1,5 gráðu. Það heildarlosun, ekki bara bein ábyrgð Íslands, heldur verðum við að fá stóriðina og landnotkun inn í þetta. Annars bara þetta ekki hægt. Það sem að við höfum þessi landnotkun. Það hægt að slökkva á þessari losun bara eins og skot í þessari landnotkun og þannig hægt að ná ekki loftslagsmarkmiðum Evrópusambandsins eða heimsins eða eitthvað svoleiðis, heldur loftslagsmarkmiðum bara eðlisfræðinnar. Við viljum takmarka losun og þannig
koma í veg fyrir hlýnunina. Við biðum spennt eftir nýrri aðgerðaráætlun stjórnvalda í samdrætti. Loftslagsráð nú þegar með neyðaróp, segir að það sé ekki verið að gera nóg í Íslandi og það sé erfitt og nær ómögulegt að ná þessum markmiðum sem við erum að setja okkur ef við setjum ekki nægilega mikið fjármagn í þetta og orku og þess að þar. Varðandi þessi umræðum orkuskipti og þess að þar, afla orku og eitthvað svoleiðis, það virðist vera sem okkur vanti meiri orku í orkuskipti á samgöngum og þess að þar. En bara undirstrika það, eins og vegasamgöngur til dæmis, 6% af losun Íslands. Ef við myndum öll hætta allri losun á vegasamgöngum, þá erum við búin að draga saman 6%, sem bara brot af því sem við þurfum á Íslandi. Það rosalega mikið, oft snýst þessi loftslagsumræða rafbíla, og rafbílar eru gríðarlega óumhverfisvænir, en fyrir utan það, þeir draga svo sjúklega lítið úr losun. Þetta það sem við viljum benda á, heildarlosun, landnotkun gríðarlega mikilvægt í þessu öll saman, upplýsingagjöfin líka og sterk stjórnsýsla. Það bara þökkum ykkur kærlega fyrir. Bætaði við að landið tilbúið til að koma til okkur fyrir orkuskipta líkanið og hvernig ná fram orkuskiptum á þess að eyðileggja náttúruna. Ég er að tala losun, þá er ég að tala innan ESR. Heildarlosun allt annað sem hann er að tala. Það er bara tvennt ólíkt. Við þökkum ykkur kærlega fyrir og við munum halda þessu samtali áfram og takk fyrir, ég vil bara segja, brýninguna. Fundalið með við skiptum gesti. Fundið framhaldið í umhverfis- og samgöngunefnd þar sem við fjöllum markmið í loftslagsmálum og til okkar komin Guðlaugur Þór Þórðarson, umhverfis-
loftslags- og orkuráðherra, Unnur Brá Konráðsdóttir aðstoðarmaður ráðherra, Halla Sigrún Sigurðardóttir skrifstofustjóri skrifstofu loftslagsmála og Helga Barðardóttir sérfræðingur á skrifstofu loftslagsmála. Verið velkomin og ég gef þér bara orðið ráðherra, gjörðu svo vel. Já, ég fekk nú skilaboð það að vera ekki langorð því að ég ger ráð fyrir því og til þessi leikurinn gerður að þið viljið spyrja og ég reynir þá að svara en ég vil hins vegar nota tækifæri og lýsa yfir ánægju minni með þennan fund og mér finnst nú þó svo að ég nú aðeins náði að fylgjast með honum í morgun að menn séu svona kannski ekki allir í ákvæðu nótunum en það málefni alvarlegt að þá hins vegar bara það að umræðan sé komin að þennan stað eins og í dag sýnir okkur að við erum búin að ná árangri í því að efla vitund stöðu þessa mikilvæga málaflokks en ég vonast nú til þess að geta komið ýmsu að hérna eftir þegar þið spyrjið mig því að ég ger nú ráð fyrir að það séu einhverjar spurningar. Takk hérlega fyrir. Fyrstu til þess að spyrja Andrés Ingi Jónsson. Já, takk fyrir komin og ég held einmitt að svona fundi ætti að halda reglulega. Þetta samtal sem á sér allt og sjaldan stað og við ættum bara að bjóða þér á hverju misseri held ég að segja okkur hvað er svona helst hýtt í loftslagsmálum í ráðuneytinu. Núna var tilefnið þessa fundar í rauninni álit loftslagsráðs frá því í júní þar sem kom fram að markmið stjórnvalda veru óljós og ófullnægjandi með árið 2030 og það náttúrulega vekur ýmsar spurningar eins og til dæmis grunnspurningin er náttúrulega bara hvernig ráðherra hyggst bregðast við hvort eigi að uppfæra markmiðin jafnvel lögfesta þau og uppfæra þau gagnvart Evrópusambandinu eða loftslagssamningi Sameinuðu þjóðanna og hvort við munum sjá einhverja breyttar áherslur í fjármálaáætlun til að endurspegla aukinn metnað og síðan sem er kannski svona mest konkrét verkfærið aðgerðaáætlun í loftslagsmálum, hvað standi til með að uppfæra hana? Takk fyrir þetta. Fyrsta lagi algjörlega sammála því að reglulegi fundir eins og þessir er af henni góða og ég lýsi mig tilbúin í það. Því meira sem ég hitti ykkur og átt samtalið við ykkur því betra, bæði opnum fundum og lokuðum. Því að eins og við vitum að þá er þetta málefni að þeirri stærðargráðu að það skiptir máli að og það er ekki að biðja fólkum að vera sammála, það stendur sýnst ekki það, en ef við erum sammála markmiðið og erum meðvitum hvernig staðan er og hvert við erum að fara, þá erum við á réttum stað. Og ég vil fá aðhald frá ykkur og öðrum þegar kemur á þessum mikilvæga verkefni. En bara svo að því að það sé líka sagt að því að þú nefndir hérna loftslagsráð og ég held að því að nú alveg tekið eftir viðbrögum minni við því það kom mér ekkert á óvart. Það er svo upplifun sem ég fékk þegar ég kom að málaflokknum. Og það er, mér líður stundum eins og að vera 10 ár því það er mikil gest á þessum tíma, þetta er nú bara 10 mánuðir. Og það er búið að vinna mikið að góðri vinnu en við skulum líka átt okkur á því að við erum að gera hluti sem aldrei gerðir áður og það er ef ég tala við erlenda kollega mína og ég ber mig svona umlega að mér finnst þetta nú vera skilur það er bara margt sem er óljóst að þá séu bara velkomin í hópin það er ekki svo gott að við séum eitthvað land sem við getum farið til og sagt heyrðu þeir eru komin bara með þetta hérna í ákvæði þessu og ég var bara að koma að fundi núna þar sem vera að ræða í tengdu við Arctic Circle, það er verið að ræða hér breytingar í varandi flugið, varandi það að koma því á vistvænt eldsneyti og þetta er alltaf flegi ferð og það er það sem góði í þessu og þegar maður er svona orðin svolítið að því að við erum að snúa flugmóðurskipi og þetta er ekki bara eitt ráðherra, eitt ráðuneyti, ein ríkisstjórn, ekki einu svona ein þingnefnd þetta er þjóðarátak og með maðurinn finnst nú ofta að hlutin ganga aðeins og hægt en á sama tíma þá er alveg magnað að sjá hvað eru miklar breytingar á skömmum tíma. Ég ætla að nefna eitt dæmi af því að bílgreinasambandi er til dæmis eitt af því að við erum að nálgast þetta og það tengist þessari spurningu Andrés Inga að er einn af þessum geirum sem er sérstaklega lítið sem við erum að vinna með og komið langt þegar kemur að því að setja sér sín eigin markmið sem er nauðsynlegt í aðgerðaáætlun. Því að við gerum ekkert einn. Við getum skrifað allt það sem okkur dettur í hug upp í ráðuneyti, setja öllu markmið, ef við erum ekki með þá aðila sem framkvæmda með okkur, þá næst engin árangur. En í grænbókinni, þar stendur til dæmis að stærri bílarnir þeir verði bara keyrðir á rafeldsneyti. Hvað er að gerast? Það eru nokkur mánuðir síðan. Hvað er að gerast núna? Það eru á leiðinni yfir 23 stórir vörubílar sem er keyrðir á rafmagni. Og núna er verkefni okkar að sjá til þess að það séu hleðslustöðvar og innviðir til þess að þetta sé að nota hér á landi.
Innanlandsflugið, það náttúrulega erum við að sjá það alveg gríðarlega breytinga vegna þess að rafflugið það er ekkert á leiðinni, það er bara komið og menn að byggja á núverandi tækni og það gæti þýtt fyrir okkur að því að það mun væntanlega þýða lægri rekstrakostnað sem náttúrulega verið vandinn þegar kemur að innanlandsflugi að við getum séð alveg stórkostlega breytingar í almenningssamgöngum í Íslandi. Jafnvel þó innanlandsflugi sé alveg pínu lítið þegar við skoðum með orkuskiptin að því að nota lítið, að því að það er lítið og það nota lítið eldsneyti, þá breytir því ekki ef við erum að sjá hér alvöru innanlandsflug, nýta flugvellina sem við eigum út all land, við höfum flugstöður og flugvell út all land, að þá þýðir það að það auðveldar okkur verkefni varandi vegina. Það bara segir sér sjálft og vegsamgöngur. Þannig að stuttasvari við þetta að ég bara að styrkja og við lögum áherslu að styrkja Loftársá vegna þess að Loftársá er gríðarlega mikilvægt og ég vil fá aðhald frá þessum aðilum og við verðum að fá aðhald frá þessum aðilum og ég er bara mjög ánægð með það og við viljum hafa það sjálfstætt og það er það sem við erum að leggja með, við erum að þeirra að fá sína kennitölu og þeir eru ekki lengur inn í ráðuneytinu eins og voru og svo framvegis og vinnum bara áfram að því og við vinnum bara að fá nákvæmlega frá þeim þar sem við erum að fá frá þeim. Uppfæslan er stóra málið en aftur, sko það er eitt að segja bara við ætlum að gera þetta. Við erum ekki dæmd að því, við erum dæmd að hvort við náum þessu árangri og við náum ekki árangri nema þeir sem að eiga framkvæmda og ef við erum að gera áætlun og þetta er fíll, þess vegna erum við með þessa geiranálgun að líta á að taka atvinnulífið sérstaklega, við getum tekið saman sveitarfélögin, tökum bara atvinnulífið, að bara taka hvern geira fyrir sig. Það er líka þeir aðilar sem eru að vinna í atvinnulífinu, þeir þekkja aðstæðu best og það væri ótrúlega óskynsamlegt af okkur að setjast ekki niður með þeim og fá þeirra viðhorf það hvernig að ná þessum árangri. Ávinningun er gríðarlegur og ég minni alltaf á vegna þess að við tökum þessi sjálfsögðu að við höfum notið þess og við öll sem er hér og þeir sem yngri eru, við getum verið svo þakklátt fyrir eldri kynslóður sem að tóku þær hugurökku ákvarðanir að fara í græna íslenska orku og einhvers veginn það var alveg sjálfsagt að fara í hitamyndun, hún var hvergi til, bara hér upp á Hlemmi er ennþá hús, stendur á gasstöðin, ákveður stendur gasstöðin, þetta var gasstöð, af því það var auðveldar að fara í gassið og hún lokaði árið 1956 í landinu sem hefur allt þetta heitavatn. Núna erum við að byggja á þessum grunni og við erum að taka þriðju orkuskiptin ásamt mjög mörg öðru því að það er mjög mörg að taka og það eru nokkurn veginn allir sem þurfa að koma að þessu. Þannig að svarið við spurninginu með þessi, uppfærsla, já, það er auðvitað það sem við erum að vinna að. Við ætlum hins vegar að ná árangri og þetta verður að vera mælanleg markmið sem að nást og þá verða þetta að vera áætlanir sem eru raunhæfar. Og við gerum það ekki öðruvísi heldur en í samvinnu við alla þá aðalegi þjóðfélaginu sem koma þessu sem eru nokkurn veginn bara þjóðfélagið. Takk, það var næsta Jana Salome, gjörðu svo vel. Takk. Takk fyrir komuna. Við erum ekki bara aðilega á loftslagssamningi Sameinuðu þjóðanna heldur líka alþjóðlegum samningum vernd líffræðilegs fjölbreytileika og aðgerða gegn eyðimerkurmyndun. Ég tel að okkur beri að tryggja framgang allra þessar samninga, einn má ekki vera að kostnað annara. Hvernig sérðu fyrir þér samlegð aðgerða? Það er hvort huga sé að því að hverri krónu sem varið í baráttinu við loftslagsmál nýtist í jafnframt til þess að ná fram markmiðum annara alþjóðlegra samninga sem við höfum undirgengist, svo sem vegna verndarar líffræðilegs lífbreytileika og aðgerða gegn eyðimerkurmyndun. Ég vil nú bara þakka fyrir þessa spurningu, þetta nefnilega má ekki gleymast og reyndar er það þannig, ef við göngum fram í loftslagsmarkmiðum án þess að huga að líffræðilegi fjölbreytni, þá getum við valdið gríðarlegum skaða. Við Íslendingar berum ábyrgð ég vonandi á geirfuglunum, ég menna það var síðasti sem var hér og við viljum ekki fá meira slíkt. Það er gríðarleg hætta núna þegar kemur líffræðileg fjölbreytni í heiminum. Og ég vil hvetja ykkur til þess ef þið ekki búin að því að skoða skýrsluna sem er núna í samráðsgáttinni líffræðilegu fjölbreytni. Og þar er tekið á öllum þessum þáttum og meðal annars vakja athygli á því að bara svo tökum bara svona dæmi að ef við förum í skógræktina á þess að huga að líffræðileg fjölbreytni þá getur það komið niður á búsvæðum fugla, hvort sem að það er rjúpa eða mófugla eða annað slíkt. Við viljum ekki sjá það gerast. Þannig að við þurfum að huga að þessu. Þetta er auðvitað ekki andstæður, það er ekki þannig. En þetta er samt sem áður þáttur sem er mjög mikilvægt að vera með alltaf augun á. Og þegar þú spyrir samleiðina þá sem er bara stóra málið að halda þessu uppi. Líffræðilega fjölbreytni má ekki gleymast. Við ætlum ekki vera kynslóðin sem að skilar þannig af sér að við séum búin að valda skaða þegar kemur að líffræðilegi fjölbreytni. Við ætlum ekki gera það.
Þannig að það og ef við gerum þetta ekki öðruvísi heldur en með því að vera með augun á þessu, mér finnst þessi skýrsla góð og ég hvet ykkur til að skoða hana, hún núna í samráðsgátt eða grænbók heitir þetta nú og það svona grunnur sem við byggjum á því að við þurfum að vera með augun á þessu í öllu sem við gerum. Takk hérlega, það var að Þorbjörg Sigríður. Já, ég vil nú byrja því að þakka ráðherra kærlega fyrir komuna, sérlega í þessu ástandi sem hann er. Mig langaði til að spyrja ráðherra út í niðurstöðu eða mat í skýrslunni staða og áskoranir í orkumálum kom út núna bara í marsmánuði þar sem að dregið fram að fjárfestingar í orkuframkvæmdum hafi hingað til ekki fylgt eftir markmiðum stjórnvalda í loftslagsmálum. Að ríkisstjórnin eða stjórnvöld hafi ekki fylgt eftir markmiðum sínum með skýrum ákvörðunum orkuöflun. Og kannski bara heyra sjónarmið ráðherrans þar hvernig sé verið að bragðast við þessu mati með hvaða hætti og kannski að síðustu hvort að einhugur sé ríkisstjórninni þar Takk. Takk fyrir þetta er mjög mikilvæg spurning og ég vil bara nota tækifæri að þakka ykkur sem að kláruðu hérna þessi mikilvægustu mál út af loftslagsmálum sem við erum búin að klára undanfarnum mánuðum. Við rufum kyrrstöðuna. 9 ára kyrrstöðu. Hugmyndin með rammaáætlun bara mjög góð finnst mér. Það bara að segja, við skoðum þetta eins vel eins og hægt Þetta ætlum við að láta alveg í friði. Við ætlum að skoða þetta betur, en þetta ætlum við að nýta. Og samkvæmt lögunum á koma þetta að ekki seinna en að 4 ára fresti. 9 ár gerðist ekki neitt. Og það hefur áhrif. En þið kláruðu það og bara kærar þakki fyrir það og við gerum ekki bara rauninni 3. áfanga, heldur 4. áfanga líka með því að fara með frumvarpið einföldum reglur þegar kemur að stækkunum virkjana. Og það nokkur sem að til dæmis framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna hefur kallað eftir, skrifaði grein í Viðskiptablaðið þess að okkur vantar græna orku í orkuskiptin í heiminum. Og þið verðið þjóðir heims að einfalda og hafa skilvirkari kerfi til þess að það sé mögulegt. Og auðvitað horfa til annara þátta, það verður að vera jafna í öllum hlutum og við verðum að vanda okkur. En þetta grunnforsenda til þess að við náum árangri. Og við þurfum líka, finnst mér, verið svolítið sofandi þegar kemur að jarðvarmann. Og við erum að leggja áherslu á það að fara á fullum kraft í það að leita heitu vatni sem við þurfum að finna heitt vatn. Þetta þarf ekki að vera allt saman háhitasvæði til þess að við getum notað þetta til grænnar orkuöflunar fyrir kvöldsvæði. Okkur liggur á því vegna þess að það lítið hefur gerst og við erum með svæði á landinu þar sem að það erfitt fyrir ný fyrirtæki að koma vegna þess að hafa ekki aðgang að heitu vatni svo dæmi sér tekið. Þannig að og þetta engin deila í ríkisstjórninni, við lítum hins vegar bara vitum það og það bara þannig og við erum bara að horfast í augu við það. Þegar kemur þessu að grænna orkuöflun þá þurfum við að vanda okkur og það þarf að, ég hef sagt, ég ekki að taka afstöð til einstaka virkjun og kosta aðalatriði að það komi bara þrú orka sem að þarf til þess að við náum þessum árangri og okkur liggur á og eins og staðin núna að þá ekki nógu mikið í pípunum til þess að ná þessu markmiði fyrir 2030 en það ekki vegna þess að þingi þingi hefur klárað sitt en hins vegar þá ennþá það ekki jafn mikið umsóknir eins og maður kannski átti vona á hjá þessum aðilum sem hafa heimildi til þess að fara í þetta því að það liggur alveg fyrir alveg sama hvernig maður snýr peningnum og teningnum eða hvernig það að við munum, ef við tökum út bensín og dísel sem okkar eldsneyti þá þurfum við rafmagn í staðinn. Það ekkert flókið í því og við þurfum líka sem sagt þarna eldsneyti þar að segja sko þarna sem búið til úr með vistvænum hætti og annarkvort búið við það til sjálf ef við flytjum þeim. Og það væri ekki gott ef Íslendingar værum að flytja inn grænt eldsneyti, það væri ekki góð staða. En ef við erum ekki virkilega með augun á boltanum og séum að framkvæma að þessa hluti að nú þá getum við lent í því sem auðvitað mjög slæmt. Og það bara, já, við getum farið betur í þá eftir. Ok, takk fyrir þetta. Það var næst Þórunn Sveinbjarnardóttir. Já, takk formaður og gaman að sjá þér á þeirra. Sko ég nú þeirra skoðunar að það sé nokkuð breið pólitísk samstaða það verkefni sem framundan og þau markmið sem við höfum sett okkur í því að draga úr losun
gróðurhúsalofttegunda. Sumir vilja gera betur en svona það bil sko, hér á þessum vinnustað tel ég nokkuð góða samstöðum það að ná þessum markmiðum. Það eitt og sér eitthvað sem við þurfum að vinna betur með. Það sem að núna verið að lýsa eftir og á þessum fundi hér fyrir í morgun í rauninni það pólitíska þrek sem við þurfum að hafa til þess að fara í nauðsynlegar aðgerðir vegna þess að eins og fram hefur komið þær verða ekki allar vinsælar. Þó svo að við búum vel og séum í góðum málum þá verður það samt þannig að það verður ekki allt vinsælt sem þarf að gera. Hér hafa verið nefndir til dæmis almenningssamgöngur þar sem við erum áratugum og eftir nágrannalöndum okkar heilar atvinnugreinar, stærsta útflutningsatvinnugrein landsins ferðaþjónusta sem að gerir ekki annað en að brenna jarðefnaeldsneyti og svo framvegis. Ráðherrann hefur nefnt að draga þurfi úr losun 1,3 milljónir tonna ef ég hef rétt eftir og mér langar bara að vita hvernig verður sú sýn framkvæmd í nýrri aðgerðaáætlun. Hvað þurfum við að gera til þess að stuðla að þessum samdrætti og ná honum og tilskildum tíma og líka á þessum fundi hefur það komið skýrt fram að það skiptir mestu máli að draga úr útblæstri strax og sem mest til þess að ná sem mestum árangri og ekki eftir 10 eða 20 ár. Þannig að ég spyr aðgerðaáætlun nýja og hvernig við ætlum að ná því að draga úr losun þessi 1,3 milljón tonna ef ég hef skilið ráðherrann rétt. Takk. Já, takk fyrir þetta. Það gott að heyra það og ég svo sem má ekki vona öðru en að þessi góð samstæð. En við verðum hins vegar að fara að tala framkvæmdir og fara í þetta þannig að þetta sé ekki óljóst. Það sem kemur náttúrulega fram í loftslagsráði, þetta óljósar aðgerðir. Ég var alveg sammála því. En þú nærð ekki ljósum aðgerðum nema það sé skýrt hvað þú ætlar að gera, hvernig og hvernig þú ætlar að mæla það. Og þú gerir það ekki nema í samstarfi við þá aðila sem eru á vettvangi. Þú nefnir ferðaþjónustuna. Við gerum þetta ekki án hennar, sko. Það algjörlega útilokað. Ef við komum með einhver reglur eitthvað slíkt og síðan segjum bara hverja sem þær eru og það til dæmis ekki innviði til að taka við því, þá gerist ekki neitt, þá fer bara allt í skrúuna og þá verður ekki mikil ánægja. Það verður alveg, ég held að það verði alveg ánægja ef við náum árangri, því að ávinningun gríðarlega mikil. Höfum alveg á hreinu að þið talandum ávinningin. Ávinningur okkar af því að hafa farið í rafveitu og hitaveitu með endurnýjanlegum orkugjöfum efnaðarslega gríðarlega mikil. Við höfum bara tekið eins og svo veðrinu og þetta væri bara svo sjálfgefið. Þetta bara með húshituna þá var 2020 með þetta væri svona yfir 100 milljarðar á ári. Ég held að það sé úrelt tala bara út allavega með að við verðið á eldsneyti í dag. En okkur finnst það bara að vera þú veist, svo sjálfsagt. Þetta ekki sjálfsagt, það voru ákvarðanir sem voru teknar. Og það alveg ljóst að það verður efnahagslegur ávinningur af því að fara í græna íslenska endurnýjanlega orku og taka út innflutna jarðefnaeldsneyti. Það liggur alveg fyrir. Það sem við þurfum eins og að komast á þann stað að hætta að tala um hvað við gerum á síðastöld og tala um hvað við erum að gera á þessari. Og þú nefndir almenningssamgöngur. Og ég skal viðurkenna það, ég meira búin að vera að tala um loftslagsmálin á ensku í síðustu 5 árin. En það svona ýmislegt sem að læra núna og ég man eftir því að ég held að vera 2015 og þá vorum við 15 rafmagns strætóa. Við vorum bara best á Norðurlöndum. En svo bara einhvern veginn dó það, ég veit ekki á hverju það var sko. Og núna ég var í Noregi daginn, Oslo, þar eru þeir bara að klára almenningssamgöngun sína með rafmagnsvögnum. Og þarna eru gríðarleg tækifæri. Og ég hef ég bara minnst erfitt að vinna hlutina ef maður alltaf í einhverju neikvæðni, ég bara þannig gerður. Ég vil líta á þetta sem tækifæri, þetta eru gríðarleg tækifæri fyrir íslenska þjóð, þetta gríðarleg tækifæri fyrir komandi kynslóðir að fara þessa vegferð og það eina ástæðan sem við að fara í hana. Og varðandi bara spurningu þína, hvernig að ná 1,3 milljón tonna, sko við verðum að hafa mælanleg markmið. Þetta má ekki vera óljóst. Auðvitað verða alltaf ákveðin óvissi í þessu. Og ef við fara í smáatriðin, hvað sem að það eru bókhaldið eða hvað þá alveg augljóst að við erum að læra. Það ekki þannig þegar heimsbyggðin ákvað að fara í þessi loftslagsmarkmið
að einhver hafa komið himnum og hann sagt hérna svona hvernig framkvæmir loftslagsbókhaldið og þetta svona hvernig það skiptist á milli landa og svo. Þetta ekki þannig, þetta allt saman í þróun, en það breytir því ekki að ef við gerum ekki neitt að þá gerist ekki neitt. Og stutta svari við spurningur þínu þessi bara okkur vantar skýrari aðgerðir sem mælanlegum markmiðum þar sem að þeir aðilar sem að eiga framkvæmar séu þáttakendur og skuldbundin til þess að taka þátt í því, sama hverju þeir eru. Og síðan þurfum við að hafa loftslagsgleraugun á öllu, meðal annars fjárlögunum. Og það eitthvað sem að ég hef hvatt til þess að vera gert og vonast til þess að vera gert, en ég bara taka mjög lítið af því sem að þarf að gera til að ná þessum árangri. Það bara upplýsa að nefndamenn í og loka mælendaskránni, en næstur Jakob Frímann, gjörðu svo vel. Já, mér langaði að spyrja þetta nú mjög ofarlega á blaði stjórnarsáttmálans, þessi málaflokkur og svona almenn sáttum í samfélaginu, það í vegferðina, en það svona kannski ekki alveg nægilega skýrt hver á að gera hvað. Ég sé að núna fyrst bara í nýliðinu mánuði verið að auglýsa eftir framkvæmdastjóra loftslagsráðs. Ég ætla að spyrja hver hann væri því ég hef ekki heyrt það nafn hafa hann verið til og þetta gengur einhver leyti út á það að halda fólki við efnið, til vitundarvakningar að þetta sé urgent, aðkallandi, en mér langar að spyrja það þarf til hvata, til dæmis hvað varðar bara jarðnæðið og allt það, bótlendi, og samstaða það í ríkisstjórninni að þeir hvatar verði reiddir fram skýrum hætti. Stór vaxandi hlutfall langferðabíla eða rúta á vegunum hér innfluttur bara svona að taka kúinn af sumrinu. Ekki tilvæglega að setja reglur að slíkir farkostir séu knúðir eldsneyti sem okkur hugnanlegt og svo víðari, svo bara hvata til þeirra fyrirtækja sem eru búin að fjárfesta í hefðbundnu vélunum að þeir skipti út. Þetta eru bara svona skref fyrir skref, talandi fílinn, þú borðar hann ekki allan í einu. Og þetta ekki bara næsta mál á dagskrá hjá ráðherranum að búa til þessa skýru hvata, þessi skýru skref og alveg skýra hver nákvæmlega á að gera hvað og hvernig. Já, ég verði að viðurkenna, ég kannski einn það, ég fór einhver notaleg tilfinning mig fyrirgeðu þegar þú sagði langferðabílar, það kom einhverja góðar það kom einhver góð minningu upp ég veit ekki hvað það var en þegar stuðmaðurinn fór þangað, en þetta allt rétt hjá þér, hins vegar því að þú kom svona kjarnamál skýrt hver á að gera hvað og menn skoða aðgerðaáætlun sem til staðar sem náttúrulega bara mjög gott skref, að þá eru menn með það eru allir með einhverja ábyrgð. Þannig að til dæmis að ef væri loftslagsmálin í heild sinni var öll hjá mér, að þá væri ég nokkurn veginn með öll held í ráðuneyti nema kannski utanríkisráðuneyti og forsætis, þá væri ég bara með allt saman En það á ábyrgð til dæmis þegar kemur að hlutum eins og hvötunum varðandi að fara yfir í rafbíl og annað slíkt, að það til dæmis hjá fjármálaráðuneytinu svo dæmi sér tekið. En þetta samt sem alltaf samtal og við sjáum það náttúrulega umræðan sem við erum að taka núna og það tökist auðvitað innviðaráðuneytinu líka og þú veist ég ætla ekki að tæma það, þetta verður að vera samtal margra og svo auðvitað gerur þetta ekki nema að þeir aðilar sem eru á vettvangi talandi langferðabílana að þetta þarf að vera þannig að þetta sé gerlegt en okkur liggur á og það auðvitað getum við gert miklu betur ef þú ferð skilst mér á Schiphol núna í Hollandi þá eru allir leigubílarnir rafbílar og auðvitað ættum við að hafa þetta hér á Íslandi að það væru allir leigubílarnir rafbílar og þú bara veist að því og auðvitað það þannig að við ættum að sjá það að langferðabílarnir og bílaleigubílarnir það hlýtur á markmið okkar að við bara getum og það mun enginn tapa á því, það mun enginn ferðamaður segja ég ætla ekki að koma til Íslands af því að allir bílarnir sem ég fer á, hvort sem að það eru leigubílar eða langferðabílar, þetta allt saman annarkvort rafbílar eða á rafeldsneyti. Það mun bara nýtast okkur. En þannig aftur eins og þú nefndir líka, þetta fíll og þess vegna eru að fara í þess að gera nálgun að fá hverja aðila fyrir sig að borðinu til þess að gera skuldbindandi samkomulag með mælanlegum markmiðum til þess að við náum þessum árangri. En þú nefndi mjög mikilvæga hluti.
Það liggur alveg fyrir að þetta náttúrulega mál ríkisstjórnarinnar þarna og eins og nefnir mjög áberandi í stjórnarsáttmála og ég myndi segja stærsta mál ríkisstjórnarinnar þó að sjá mjög mörgum málum að taka og það liggur alveg fyrir að þú hafa hvatana alveg skýrt, það liggur alveg fyrir og þú þarft að sveigja í rauninni allt þjóðfélagið í þessa áttina og hvatar eru þetta eitt þáttur í því, það liggur alveg fyrir. Það voru það næst Þorbjörg Sigríður. Já, mér langaði bara til að fylgja eftir þessum orðum ráðherra sko loftslagsgleraugun á alltaf og það fyrir til samtal margra og kannski bara brýnan til dáða því mér finnst ég aðeins sjá merki þess í fjárlagafrumvarpinu að það sé erfitt að rekja það hvaða fjárfestingar það eru, hvaða útgjöld það eru, hvaða aðhald það sem styður við loftslagsmarkmiðin. Ég væri áhugamannski það að sjá bara svona einhverja græna greinagerð, grænan þráð sem rennur í gegnum fjárlagafrumvarpið allt og stjórnarráðið allt. En það sem ég langaði til að spyrjum var á sömu slóðum og í fyrri spurningu þar að segja orkumálin, þessi markmið orkuskipti fyrir 2040 og orkuöflun í þágu þess markmiðs. Ráðherrann hefur boðað frumvarp vindorku og ég held að við séum mörg hér í nefndinni sem erum áhugasöm að sjá það frumvarp þegar það liggur fyrir og hvaða tón og taktir verið að slá þar. Ég hef heyrt ráðherrann tala svona einfaldara regluverk. Svo hjó ég eftir því að forsætisráðherra nefndi í ræðu sinni 17. júní að það yrði ekki af vindorku hugmyndum eða hvernig sem það var orðað ekki fyrir en að næðist fram samstæðum að samfélagi fengi réttmætan hlut sinn af auðlindaarðinum sem til verður. Mann og eftir að hafa sitt í sjálf í útvarpsviðtali við ráðherra þar sem að ég heyrði ekki betur en að hann væri algjörlega á því að það ætti að vera samfélagslegur ávinningur af þessum auðlindaarði sem til verður. Þannig ég hefði kannski bara áhuga á því að heyra sjónarmið ráðherrans þar svona hvernig hann sér fyrir sér að hinn samfélagslegi og efnahagslegi ávinningur af þessar auðlind gæti orðið þegar að þetta orðið að veruleika. Já, takk fyrir þetta. Það liggur alveg fyrir að okkar afstaða alveg skýr að við viljum sjá það að í fjárlagafrumvarpinu að þá sé með eins skýrum hægt eins og hægt að við getum séð þá loftslags glerun séu á öllum fjárlögunum og það alveg okkar alveg skýr afstaða og mjög mikilvægt að gera þá grunnur að mjög mörgu og maður myndi vilja auðvitað sjá það á öðrum stöðum líka hvort sem á sveitarfélögunum eða annars staðar og við gerum og lítið annað, við erum lítið talað sveitarfélögin en við þurfum að það alveg skýrt að við erum ekkert að gera flesta þess sem við gerum þurfum að gera í samstarfi sveitarfélögin og ég setti á með þáverandi formanni Sambandsíska sveitarfélag Aldísi Hafsteinsdóttir fasta samráðsfundi þar sem að við hittumst með okkar fólki til þess að fara yfir þau fjölmörgum mál sem á milli sveitarfélagana og ráðuneytis og við munum auðvitað halda því áfram. Varðandi vindorkuna vil ég aðeins bara segja frá því hvað að gerast og hvað búið að gera. Við höfum verið með í rauninni 3 hópa. Það sem sagt fyrsti hópurinn að þá erum við vegna þess að við erum langt á eftir öðrum þegar kemur að vindorkunni. Og við erum að skoða, það hópur sem að skoða það sérstaklega hvernig reglugerð umhverfi í Danmörku, Noregi, Skotland og Nýja-Sjálandi svona á dýftina og líka skoða svona ýmsir aðri þættir og það verið að skoða leyfisveitingar, skattlagningu og alla þessa þætti. Þannig að við höfum einhvern grunn til að byggja á þegar við erum að taka þessu umræðu. Ég held að það sé gott að geta lært af markmiður hinlega að læra af velgengni og mistökum við okkar í öðrum löndum. Síðan verið að skoða sérstaklega sjóinn og það svona meira kannski tæknilegra að bara hvar mögulegt að vera með vindorkuver út á hafi. Það eru garðar sem eru núna mögulegir 30 km frá strandlengjunni og það hefur verið sýndur áhuga á þessu af aðilum sem að þarna gagnvart stjórnvöldum en það mjög mikilvægt og talandi líffræðilega fjölbreytni sem hér kom upp að það eitt þátturinn sem þarf að líta til en auðvitað margra annar þátta og það ekki verið að taka ákvörðun það að fara í eitthvað af þessu heldur bara það við höfum sem bestar upplýsingar þegar við erum að taka umræðuna. Og síðan þriðji hópurinn sem á að koma fram með tillögur eða frumvarp það hvernig að við förum í þetta. Og þú nefnir nokkuð sem mikið rætt þegar kemur að þessu, það auðvitað margir þættir, það að ávinningurinn, efnahagslega ávinningur. Ég alveg skýr á því að það mjög mikilvægt að þar sem að vindorkugarðin verið, þar fá fólki að njóta þess efnahagslega
ég bara sé ekki, það verður alveg ljóst, það verður mjög fái staðar á landinu sem menn mun segja, heyrðu, það bara allir sammála hér eða vera vindorkar sko. Ég held að vera ekki mjög margir þannig, ég held að vera alveg góð sátt einhverja, en það væri fyndist mér skrítið ef að, og þetta nú aðalega hérna dreifðu byggðir, við getum sagt þetta nú, mér sýnist nú að stærstum hluta þetta stærstum hluti landsins þar sem 15% íbúana búa og mér finnst mikilvægt að þau svæði fá að njóta þess efnahagslega þegar við farið í þessa aukningu. Það var það Andrés Ingi, ekki þessu vel. Já, bara örstutt, vegna þess að liggur á aðgerðum og þær aðgerðir þurfa að byggja á einhverju plani. Hvenær sjáum við uppfærða aðgerðaáætlun í loftslagsmálum? Ein lítil í lokin. Já, ein í lokin. Nei, við erum bara að tala um dagsetningu, sko. Þetta er lítið og ekki flókið. Já, ég bara til að setja ykkur inn í hvernig við nálgumst þetta. Og þá tökum við mjög alvarlega þegar við fáum ábendingar það sem réttmætar að hlutin sé ekki alveg nógu skýrir og við viljum hafa á skýrar í næstu aðgerðaáætlun. Við gerum það ekki einn og við erum búin að vera og við erum ekki bara svo að það sé líka sett í samhengi, að við erum ekki bara því að hvetja til og erum í samtali við þá aðilar sem við þurfum að vinna með, bara því að það glemdist að koma fram. Við erum að gera allt hvað við getum til þess að ná þessu loftslagsmarkmiðum og erum þar að taka til líka heima í okkur. Sko, og ekki það, tiltekt ekki rétt orðið, við getum sagt að við erum að skipuleggja okkur með eins góðum hættir sem mögulegt er. Við erum að fara í skipulagsbreytingar í ráðunettinu, við erum með 13 undirstofnanir sem við erum að fara í skipulagsbreytingar á til að auðvelda okkur að hafa tækin, að hafa eins góð tæki eins og mögulegt er til þess að ná loftslagsmarkmiðum og þessar stofnanir verða ekki jafn margar eins og eru núna innan tiltölu skamms tíma. Varðandi tímasetningar, þá höfum við ekki sett okkur tímasetningar en okkur er algjörlega, það er engin meðvitaður það að okkur liggi á, það er engin meðvitaður við hvað okkur liggur mikið á. Það er bara þannig. En ef við gerum þetta án samstarfs við aðila, ef við gerum það þannig, þá munum við aftur fá, nú er ekki það, ég stýri ekki loftslagsráðið, það er sjálfsagt, ég bara veit það, að þá munum við koma og segja, heyrðu, þetta er óljóst. Nýja aðgerðaáætlun er óljós. Það er bara ekkert ljóst hvernig þið ætla að ná þessu. Þannig að það er ekki bara, og ég hef verið svo fylgjandi í hvort heldur sem er, en það er eina leiðin til að ná árangri, það er samvinna. Þetta er ekki verkefni eins aðila, ekki einnar ríkisstjórnar, ekki einnar nefndar, þetta er þjóðarátak og þeir sem eiga framkvæmenda, þeir verða að koma að og skuldbinda sig til þess að ná þessum árangri. Og því miður er bara þannig að það tekur svolítið lengri tíma, en kosturinn er sá að það þýðir það að við náum árangri. Við erum að tala um 1 ár, 2 ár, 3 ár. Ég lofa að láta þið vita þegar kemur. Við erum búin að spyrja þig út í þessi markmið bara frá því þú tókst í embætti og enn ekki búin að fá svar. Ég er að gefa það bara mjög skýrt svar. Okkur liggur á og við erum að reyna að vinna þetta satt eins og hægt er. En ég er líka búin að útskýra fyrir nákvæmlega hvernig við erum að vinna þetta. Og ég held að það sé mjög mikilvægt að við bara séum með það hugfast að við dæmdum að því hvað við gerum en ekki hvað við segjum og ef að mönnum finnst ég ekki er ekki verið að gera sko ef að það birtast ekki. Nei, ég held að ef það er ekki ljóst eftir þennan fund hvað við erum að gera þá veit ég ekki hvað þarf að gera til þess og þú mátt bara gagnrýna fyrir það að vera ekki nógu yfirlýsingarglaðan sko en mér hefur bara fundist í mörgu og kannski ekki síst í þessu að við tölum á mikið en framkvæmum á lítið og ég bara segja það nákvæmlega eins og að við munum gera þetta eins hratt eins og við getum en við gerum það ekki án samvinnu við aðra aðila það er bara ekki hægt. Þetta er bara glæsilegt og við þökkum ráðherra kærlega fyrir og hans fólki að koma hér til okkar og eins og var rætt hér upp að fundarins að þá væntum við þess að þetta veri bara reglulegt og við höldum þessari mikilvægu umræðu áfram. Bara kæra þakkir. Takk sömuleiðis. Fundi slitið.